20. nóvember og FM 95 Blöð hefur hafið göngu sína á ég ætla bara að segja dimmum föstudegi. Það er orðið dimmt klukkan 4. Þetta er ekki hægt að búa hérna. Við fáum góða 6 tíma birtu. Ég sitt hér í mínu sæti og ég ætla bara að viðurkenna, ég var þunnur í morgun, fekk mér afréttar áðan með strákunum og er drullu góður núna. Það er bjart yfir Blöðarnum. Já, ég sé það. Það var ekki í morgun. Helvítis fíblið, það er bjart yfir. Þunnur í morgun, skýrslu, hvað var Blöð að gera í gær? Ég hitti Pétur og Sveppa og það endar eiginlega alltaf illa. Sem eru Raging Alcoholics. Já, þeir eru pínusan eins og Steindi. Það er þeim að kenna að ég drekk. Já, en vola, er þetta ekki akkurat það sem Alki segir alltaf? Það er alltaf öllum öðrum að kenna. Já, það kemur bara vel verið. Engin svona óþverra skot. Nei, en ef ég myndi aldrei hitta neitt með ykkur, þá væri ég helviti þurr held ég bara. Nei, þú væri bara að byrja að hanga með ykkurum úlingum bara fullur ykkur stað að baka skalla í Árbænum. Já, það vil frekar vera fullur með ykkur. En eins og heyrið þá er fullur, talandum að vera fullur bátur eins og alla föstudaga núna. Það fer engin neitt og gerir engin neitt. Þannig sko, er ekki COVID búið að vera bara, ég ætla að byrja á þér fyrirlega því ég byrja alltaf á þér. Er ekki COVID búið að vera bara heldur gott fyrir þáttinn? COVID er búið. Jú, fyrir þáttinn, jú. COVID er ekki búið. COVID is over. Nei, herru, ég er að versla núna í húsasmiðun og öðrum stöðum. Það með að 10 fara inn. Já. Og það er, þetta er vest bara, ég ætla að gefa fólki ráð núna sem er að kannski að íhuga að kaupa sér hérna eign íbúðu. Já, ég myndi býða með það. Það er alveg bólur sem kaupa sér eign akkurat núna. Þetta er viðbjöður. Já, en málið er að fyrir utan það, ég þurfti að fara að versla og það er búið að hólfita niður og þú vart að býða kannski 20 mínútur á einu stað til að kaupa nokkara nagla fyrir einhverja lista. Svo ætti ég að kaupa einhverja rússaperur sem ég vissi ekki eins og hvað var. Þá þurfti ég að fara á annan stað. Ég þurfti að fara í 5 raðir. Þú varst að kaupa rússa. Já, það er alltaf ekki bara pera. Já, bara að kaupa rússi, bara svona pera með, þá ertu ekki meira en að ljós, bara hangandi rússi bara. En er ekki að kippa Blöð fram fyrir röðuna, spotta Blöðarann og því, ok, we got a celebrity right over here. Neklum honum fram fyrir röð. Það er ekki gæst yngar til allavega. Ég lendi í þessum daginn, ég var í einhver svona búð. Það var kipt fram bara. Ég var í húsasmiðunni og þá einmitt fór ég í röðina og það var búið að holla búðin í tvent. Já, tvent, í 5 hólf. Já, þetta var eitthvað svona, þetta var ekki alveg, þetta var aðeins fyrr, skilur, fyrir ekki nokkur 10 manns. Og ég er náttúrulega bara, þú veist, hann inni og snáðinn sem ég er náttúrulega smá rebbel og mósó. Að ég fer svona og svona beigi mig undir. Segir þú Steindi mættur? Nei, ég speiði röðinni, fattur þú? En svo var ég komin inn og ég fór svona undir einhverja hurð eða eitthvað drastið. Þeir voru búin að hrúa vörum fyrir, búin til veggu vörum. Og ég fór hérna á milli og fór bara það. Var því út frægur? Nei, bara því að ég, þú veist, er ekki maður sem nennir að frúta býða annar röð. Og ég var bara hraðferð. Já, bara celebrity. Ok, þá nenni ég ekki að segja ykkur þetta. Jú, það er sværi. Já, ok. Þú mættir þarna, hel frægur á því, ítti vegnum frá og sagði, herru, hvar fæ ég þetta? Nei, síðan fer ég og ætla að borga vörurnar. Þannig ég náði eina vöru hérna megin og eina hinum megin. Og þegar ég fer á kassanum að borga og kemur gæinn sem var að skamta fólkin inn. Heyrðu gamli, akkur er þú hérna megin? Framta mig, sko. Ég segi, það ekki allt í góðu? Ég fór bara hérna milli hérna. Nei, akkur heldur þetta það sé, akkur heldur ég sé búin að segja það. Þú vissir alveg okkur þetta er? Ég vissi ég var bara svona aðeins að playing dumb með það. Ég bara, ég fór nú bara það yfir og ég bara kaupa hérna Purdy pencil, bara ætla að vera slett á upp á loftið á mér og já, ok. Hvað finnst þið bara í lagi að gera hérna? Og svo tók mér svolítið á teppið, sko. Já, ég ránaði með hann. Já, og svona Pálmi Gesson var vitnað af þessu, sko. Hann var líka eitthvað útrætt. Hann var svona, hann hlóð náttúrulega þessu að vera að skamma mig. Var það pakkað saman? Með að pakka saman, já. Ákkur heldur að Steindi að fara þarna á milli þar sem maður mátti ekki fara, Egill? Þannig að hot celebrity. Já, það ekki. Nei, það var pínu að spila celeb-kortilu. Þetta er samt ekki þannig. Auðvitað fór ég bara milli því að ég horfði á pensilinn. Já, þú vissir þú máttir það ekki? Já, ég vissi það. Ég er nokkuð vissum að þessi gæði verið rekin á morgun sem gaf þið skít fyrir að... Nei, það held ég bara alls ekki. Já, þetta er Steindi. Já, ef eigandi húsmiðnur og hlustabetur hvaða trúður. Stoppaði. Er ekki hægt að segja ykkur sögu? Ekki bara hægt að segja ykkur eðlilega sögu? Þessi gæði er árið það jöfn núna. Er það ekki? 100%. Að vera ónáða næst tekjasta listamann landsins. Ég ætla að segja ykkur eina svona ómerkilega sögu bara því við erum að chit-chatta en þetta fyrir að taka þetta eitthvað allt annað. En Egill, hvernig er fyrirlið þáttanins? Ég hef ekki verið betri. Og til hamingju er ennþá með bandið? Já, ég út ekki að taka það mér en þá. Nei, og það er bara að drullla vel eða ekki til að missa það. Þú varst tæpur einu sinni. Já, en þú er bara mættir þetta einu sinni skrýtnu skapi. Ekki skapi. Ég íhugaði þá þegar ég satt á flugvillunum á leiðinni, þá mátti ferða til útlanda. Hugsaði, herru, skipaði að mér.
Ég get ekki haft fyrirlið án svona. En sá er búin að rífa sér bara Haldi lendi því að koma og tekur bandið að mér og setur það á stöðunni. Já, það er bara Það er alvöru skell. Ef þú skrópar 3 þættir þá er bandið farið. Já. Staðfest. Það er aldrei tánum. gerst. Já. Nei, það hefur aldrei Ég veit að Stóni er vel graður á kantinn. Hann vill bandið. Það er auðvitað. Veistu hvað, á segustrákar Þú ert varafyrirlið, bara svo veitur það. Ég er bara Þú ert varafyrirlið. Ég er bara helviti góður drengur. Hvað segir varafyrirliðið þátturins? Þetta er skrítin leikur sem þú ert að spila þarna. Hvað segir varafyrirliðið? Ég er flóandi góður og fyllandi fín. Gott að heyra. Auðun Blöndal, máli er að það er bjart yfir okkur FNÍ við blöðmurum þótt að sé eitthvað smá skamdegi að núti. Við erum ekki að pæla í því. Það er bjart yfir okkur. Það komið föstudagur. Þetta eru svona 2 tímar í vikunni sem að mér þykir alltaf væntum. Það er alveg sama hvað er í gangi. Og við vorum líka að tala það á þann að svona, við erum svona menn sem svona, við lifum og nærumst á álægi. Veistu hvað við? Ef það er eitthvað smá að það kemur rólegt. Já, ef það kemur rólegt season hjá mér. Bara herru, nú er bara rólega 2 vikur. Þá er ég bara í rusli sko. Ég verð að vera með 30 bolta kastandi og þeir eru allir að vera dætt í gólfið. Bara svo vitir það, því að nú er fólk að hlusta sem er undir alvöru álægi. Þú flokkar það sem álag og þurfa að drekka rauðvín og spila tölvuleik á 50-skvöldi. Þannig að við þurfum aðeins að svona hófa niður hvað álag er. Nei, ég var nú ekki að tala mikið álagur í gera. Ég var ekki að, heyrðu, Mökkar í einhverju tölvuleik reynda viðurkenni það. Í vinnunni. Já, ég viðurkenni það er ekki álag þegar ég er í rauðun og klökum. En það var álag í gær svolítið að bara Þú taldi það upp fyrir í dag, þú varst að segja okkur hvað eru mikið álægðað. Það er bara rauðin og klakar í gera eitthvað út í tölvun að leika. Þetta eskuleitaðist hrætt í gerð, það fór úrskeiðis. Því að ég er yfirleitt með kannski svona 2,5 tími í streymi eitthvað svoleiðis og gaman og skemmtilegt. Ég gerði tók í 4,5 og ég kláraði heila rauðvín og allt þetta og ég var bara því lítið álag. Nei, ég vaknaði bara þunn. Það eru menn núna að hlusta í alvöru vinnu, bara svo veitir það. Þeir eru undir álag. Þeir eru ekki fullir í tölvunni. Ég var ekki að tala um það, ég er að tala um álagið sem við vorum allir að tala um áðan að vera í útgáð. Við erum í útgáð og það er svo gaman. Þú ert að heyri í bónus og heyri í hagkaup og við erum með spil og það er fólk að við erum í ykkur svona Við erum closing sales og það er svo gaman að hrærast í þessu að vera með svona merge. Sammála. Við vorum að tala um það. Þú flokkar hitt undir álagið. Ég varði einhvern veginn, ég sagði það ekki við þá en ég, veist, það getur ekki flokka sem álag verið í tölvunni að drekka rauði. En hvernig gekk Landakös í ger? Herru, Landakös Var hann mökkaður? Nei, hann var bara komið, já, hann var alveg vel mökkaður. Hann er bestu þannig, hann var hann erfiður bara. Það var hann með moonshine. Nei, hann hendi erfiðasta gjafaleik allra tíma. Hann sagði hann var með jólaleik Kös sem er skritasta leikur sem ég sé. Hann fann einhvern kassa við hliðin á sér og sagði, sá sér gískar og þetta rétt í þessu leik. Hann fær hérna, hann var með eitthvað bull. Hann kemst í, ég skrifa nafnið hans á miða og hann fer hérna í kassan og svo fór hann fleiri nöfn í kassan og svo verður bara dreigið út jólinn. Hann var með flóknast og skrítast. Hann var í blackouti með gjafali. Þetta er Landakös. Það er veistla. Hann er langt bestu þannig sko. En þið vitið það að það er búið að staðfesta ykkur. Við erum næsta 5. FNÍ blöð í Among Us. Þá mætum við í The Gaming World. Er það eina þegar þú eru að finna eitthvað trúð? Já, þú ert basically einhversu drepinu eitthvað. Hvað heitir þessi leikur? Among Us. Og ég get lofa ykkur því Auðun Blöndal, þetta verður besti Among Us spilari Íslands án þess að spila hana því að hann er náttúrulega borðspila meistari og hann er þvílíkur sölumæður. Er þetta borðspila? Nei, þetta snýst þú ert bara að selja hinu leikmönnum, bara þú sért ekki morðingi og hann er sölumæður fokkin döð. Hann er favorite hana. Já, hann er favorite. Hvernig byrjar þetta á 5. Klukkan hvað? 9 á 5. Já, ég þarf að Niner. Undirbúið mér þetta. Talandi um borðspila þá er partískellur komin í allar verslanir núna. Við erum komin allt land. Búin að hendi í nýjan leik á Facebook. Það er bara Facebook bandstrik skellur. Við vorum að málega við elskum að gefa 10 spil. Elskum að gefa free shit. Ætlum að gefa 10 spil? Síðast gáum við 10 og við dróðum 10 manns út, settum þau í afgjörslega í sporthúsinu. Fólk kom og sóttu þau. Þetta gekk svo smúð fyrir sem hugsaði að gefið ekki bara fleiri. Við hefum eitthvað sem er nóg að spilum og Steindi vildi gefa 5. Það er smá níska í Steindi. Bara gefa 1 spil, það er nóg til hjá ykkur tveimur. Þú ætti að kaupa þér glænýtt raðhús. Egil náttúrulega bara, hann er ekki búin að vinna sinni mass og hann er samt ríkasti vinnur minn en þá fyrir utan Björg Tór. Aldrei verið að bjarti yfir honum, segir hann líka. Já, en við erum með rosalegan þátt handa ykkur í dag, kæru hlustendur. Spurningakeppni Gils er á sínum stað, hún var ekki 2 vikur, hvað er áttur í dag? Sko, það er king of focusing on the positive about COVID. Já, ég skil alltaf því að mála alltaf að tala um the negative. Akkur lasta þetta svo þjóðveri? Ég veit ekki, ég bara sagði positive með B, ég veit ekki hvað. Ég ætla að segja positive. Mála út af því að það er alltaf að tala um neikvæða hlutunum við COVID. En hvað er jákvætt við COVID? Ímislegt. Alltaf fullt af bátur í FNÍ og ég er veltað fyrir mér sko, hver er betra fókus á jákvæðu COVID? Er það the blonde ale?
En er þetta eitthvað keppni sem hann vill vinna endilega? Ég myndi halda það, já. Þetta, já, mér finnst alltaf titillin mjög Út að fókus á jákvæð. Já, hann verða jákvæður. Herðu, í fyrsta sinn í margar vikur kemur virtasti, eða svona eiginlega vinsalasti dagskrárliður F95 blöð á þessu ári. Hversu graður í sólu hól? Við hringdum í hann í dag. 5. barnið á leiðinni. Já, 5. barnið á leiðinni. Við urðum að ringja hann. Hann svaraði. Við þurftum að taka stöðun á. En pælti Við verðum að gefa Hólman á það. Hann svaraði, þið heyrið það símtalið eftir. Sko, strákar, ég á 2 börn, þið 1. Pælið Eitt á leiðinni. Já, 1 á leiðinni Þú á 2, sko, það er bara- Já, einmitt, þú átt 2, pælið í því 1,5. Já, en það er bumburu. En strákar, ímyndið ykkur að vera með 5 kvikindi heima. Það er rosalegt. Þú veist, við erum Það er bara- mínivann. Nei, mínivann, þetta er bara álægi. Það lítur að vera að springa æð í ennin á sóla. Já, ég meina, þú veist, 1 er vesen, en 5. Já. Og samt er hann að Þú ætti að spila svæðisvörð, sko. Samt er hann að, þú veist, ekkert eðlilega vinsælt komíri. Hann er vinsælt á sjónvarsætti. Hann var að rakin Cash bara í dag og okkur Zoom. Já, hann var að leiðina okkur Zoom. Þú veist, hann þetta er gerir að- hann allt með 5 Syndir sóli í pening eiginlega, þú veist svona með þetta allt var hérna. Yes. Já. Og ekki nóg með það, hann er að gefa út eitthvað æfisögunni á netunni. Síðan er hann í TV. Já. Hann er að leigja út fasteignir. Hann er sko Allt að gerast. Hann er að jöggla ykkur 40 boltum. Skælbrósandi. Annarkort er hann að fara að enda á heilsubælunni í Hveragerði eftir korter, eða hann er bara næra Já, með við símtalið, hann var góður. Já, Þeir eru það betur á bjart yfir eftir. Við erum með How do you do fellow kids. Það er á sínasta. Við ætlum í flottulega keppnin aftur. Sko, Yes. og skrítið þema. Og þú komst með þetta Steindi, að því að Hvers var að segja frá því kom með diskin í Við vorum félagsmiðstöðuna. að tala um það í gæra þegar þú mætti með geisladiskin í félagsmiðstöðuna á Króknum. Já, til að reyna að heilla stelpu. Já, og máli er að mér Það var finnst þetta geisladiskur með hljómsveitinni Smokey. Já, mér finnst þetta bara að vera svo rosaleg pæling. Þú veist, ég ætla að gefa þér samt eitt auðvitað. Þú veist, jú, við erum að gera grína þér með þetta og svona. En að vera úlingur, þú hefur kannski verið hvað, 15-16 ára? Jú, Eitthvað svoleiðis. 13 ára. 13 ára. Og þú ert farin að hugsa þannig til að heilla stelpu að í staðin fyrir að bara einhvern veginn að stríðinni eins og aðrir úlingamöndur að gera, þá mætti þú bara með einhvern geisladisk, talaði við DJ-in, Já, en sko, þetta Þetta sprakk í andlutinu á mig samt, sko. Þú Því varst- allir hugsaðu bara hvaða viðbjóðslega lag er þetta. auðvita, en þú varst mörgum skrefum á undan öðrum högslandi úlingum að það. Við ætlum að vera með þemað í flottulega keppni í dag. Hvernig myndur þú heilla Píu í dag? Hvaða lag myndur þú setja undir og vera? Er það á króknum í bænum? Nei. Menn er nota öðru sér taktík á króknum en Okkur eru öðru í svo króknum. Því þar ertu með bara svona krít og grætturokk sko, Nei, bara, þú ert að hugsa um ártal þá. Við Það er ekkert krít í gangi á króknu núna, Ef þú sko. myndir setja, ef þú væri núna Það myndi enginn setja bara Mayon Prison í dag á Söðakróki, Ef þú ert sko. að labba núna fertur Hvað haldið þið sé bara, þú átt aldrei eftir að skemmta áttur á Söðakróki, bara svo veitir það. Af hverju Krókurinn ekki? hata, þú Nei, gerir ekki annað að tala illa um hann. Ég Já. tala ekki illa um krókinn. grýttur á króknum. Af hverju haldið þið Ég það? og blöðurum hildur Já, við mætum þarna og höldum eitthvað ball, Steindi var ekki að koma. En býtu, af hverju haldið að ég sé illa sér á króknum? Ættu að tala svo illa þá? Krókurinn Alls hatar ekki. þig. Já. Krókurinn hatar Nei. þig. Og Ég ef að elska Söðakrókur er að hlusta, ég gef leif og Þegar COVID er farið Henda þá steini í hann. keyrum við gott ballana. Ég elska krókinn, það er bara þannig. Já, ekki heldur komið. þau sé ennþá að hlusta á Mayon Prison með krít og allir með njálk. Já. Ákvæði þið ekki væntum hann. Heimskuð mann. Engin að horfa á þetta strímið þetta og Söðakróki, ég lofaði því. Svo erum við með mundur fyrir Cash í fyrsta sinni í langan tíma. Já, já. Fæ ég Og- trailerinn eða? Ha? Býttu, wow. Fæ ég trailer á Sola, trailer í Cash og trailer í spurningakefniri. Og býttu, er þinn líka hann að Should I stay or should I go? Er hann líka? Já, þú- Vá, það er þrír. Jóri Taylor. Já, Coxswagen Joe kemur til okkur einu eftir og við ætlum að henda honum í Should I stay or should I go? Ég ætla með 3 trailera, en fyndasti trailer sem þú hefur gert, það er endurinn á Solo Home trailerinn, þegar öskrar Holm. Það er helviti langt sem við spiluðum á. 8 sinnum. Er sé Joe að detti inn í dag? Já, sé Joe er að koma því að það var að koma splunkunni pizza hjá sponsorunum okkar Shaken Pizza. Það er að bjóða okkur upp á pizza. Döðlupizzan, já, þetta er systir bacon sultu pizzuna sem lendi í 4. sæti í besta pizza í heimi og svo var líka að koma lakrits shake á Shaken Pizza, hann ætlar að koma með handa okkur og bara spjalla hans við okkur og hafa gaman. Hann er alltaf Er þetta að gera velkominn hérna. shake írskan fyrir okkur félaga? Ekki núna, það hefur gott að Ég það. veit það ekki. Þessu fyrstur eða? Ég var til í Bara Ískan Shake. Fössari og eitthvað. Já, talandum að sé fössari. Ég ætla ekki að fyrir Serband, drengir. Þetta er spilað sérstaklega fyrir Hjörvar Hafliðarsson sem er með besta podcast á landinu, Dr. Fútból. Er þetta á móti sól eða? Nei, þetta er Bubbi. Hann heimtar að ég byrja þáttinn alltaf að bubba og Já, já. hann fór ekki allir söður. Já! Eftirparti. Við fórum söður. Já, þetta er gegn. Svo gott lag. Kannski var öllum öðrum hlýtt en Bubba var kalt. Aldrei fór í söður, spilað fyrir Hjörvar Hafliðarsson. Frílíkt fokkin lag. Já, hann vil menna þessi besta Bubba-lagi hann hefi.
bað sérstaklega þetta í dag. Þetta geggja. Ég svolítið í Serbanum sko. Já, Serbin ekki besta lagi? Já, sko, málið Þetta rífast það. Já, það hægt að rífast Já, og þetta fer líka bara eftir einhvern veginn. Málið öll bubbalögin fara svo mikið eftir bara nákvæmlega hvernig þið líður at the time. Ef þú ert í einhvern þvílíkum gír, ef þú ert þarna, hvernig líður þér? Hjörbjörn meina það að fyrir eftir hvernig hún líður hvað besta lagi og hún leið núna aldrei fór í suður væri besta lagi. Þannig að lökum með þetta Hjörbi. Já, hann var í aldrei fór í suður gír og við spiluðum þetta fyrir kallinn. En það er bara rétt, hann er búin að fá sér síðan í hátteginu, hann hefur í alvöru gír núna. Hann er pirraður. Nei, byrju, var ekki, ákveður kom hann ekki í dag, heitt okkur. Hann er yfirleitt yfir honum. Hann kemur hann að kúli og fær sér svona 4-5 rauðvinn og röstur heim. Það var skein hún. Það kom með að slúðri hér í FNÍFN Blöð. Og ég er með fínan pakkandi, þó ég segi sjálfur frá. Ég ætla að byrja á Justin Bieber. Hann var brjálaður í gær á Instagram og þetta er nú komið á svona allar helstu slúðusíður. Er það neyslu? Var það við svona Patrick Schwarzenegger nágrannars? Nei, hann er reiður yfir því að ef þú ferð á Google og googlar nafnið hans þá koma upp myndir á honum þar sem honum leið illa í lífinu og hann er að tala um hvað húðin á sig sé hræðileg og var að benda á að það er til miklu betri myndir á honum heldur en eru þarna sem pop-up efst og ég googlaði hann og er neitt að fram að mig og þetta eru sömu myndir og komið þegar hann var að gera þetta sjálfur í gær og hann er mjög reiður yfir þessu. Hann segir að hann leið honum illa, okkur finnið ekki, ég er búin að senda ykkur betri myndir, segir hann, okkur notið þær ekki. Pælið því. Hann er þetta með einhverja hormóttu og ég get ekki séð að það eitthvað húðina á hann, sko. Nei, þetta er svona neyslu myndir, Hann sagði reyndar ekki hann að vera í neyslu, hann sagði bara hann að liði illa. Já, þú sér það samt, hann er 45 kíló grannur, hann er með mórauður til augnana og... Flokkar þetta sem neyslumyndir? Hvað segirðu? Flokkar þetta sem neyslumyndir? Ég myndi segja þetta væri, sko, allavega það 2 myndir eru svona myndir sem þú sér það svona einhverjum svona malagaföngum sem er búið að handtaka einhvers staðar okkur flugvelli, það er þannig lúk, það er bara þannig en ég meina ef þetta væri ekki þannig einnig á Íslandi, sjáðu já, en meina þú veist ef ég hefði rangt fyrir mér þetta, þá væri hann ekki sjálfur að senda Google skilabóð getur breytt þessu mynd. Nei, þetta er rosa skrítið. Þannig að hann er sammála mér. Hann var ekki búin að, þetta var ennþá inni í honum, ég horfði á stórið hjá honum og en hverju skiptir þegar einhver googla Justin Bieber og það kemur einhver slæm mynd á honum? Má sjá, en hvaða myndir komið þið googlið sjálf? Ég var að googla Stain Junior Komið flotta myndir á honum? Það er ekki mikið neyslu-myndir hann af Stoney. Það er bara fína myndir. Já, hann er ber ofan í vesti hann. Nei, það er þetta hræðilegt? Nei. Má sjá ber ofan í vesti hérna. Já, jú, reyndar. Galla vesti og með þú verður að hætta í vesti. Ég var aldrei séð í ber ofan í vesti. Þetta er vont að sjá. Þetta er basically neyslumynd. Þessi mynd er tekin á Eistnaflugi þegar ég vann Íslandsmeistaratitilinn í luftgítar, sko. En ákvæmstu ber ofan í vesti? Af því að þannig er rock'n'fucking fucking roll. Ertu ennþá í vesti alltaf? Ég var þarna í vesti af því að ég var að keppi í luftgítar. Þetta er aðalmyndin sem kom með mér samt. Þetta er stæðsta myndin með hormóttu. Þá er ég með að hormótt eins og Bieberinn. Þetta er ekki skoðið á mér. Sögðu hérna, fyrsta myndin sem kemur. Það kom ekki á mér heldur þessi. Máli er að þú vilt að Björga Tórmyndina þér sem er nákvæmlega svo að þú sett Björga Tór. Hún á að vera efst, sko. Það er eftir baller. Já, ég þarf að skóla helviti neðalega að sjá hana, sko. Pointið mitt. Það er að skeina þess. Já, pointið mitt. Hafðu samband við Google eins og Bieber gerði. Já, meina á Google, það er þessi brjálaður. Já, ég veit nú ekki með það. Það er efsta myndina er þú í vestiber og sko. Það er ekki gott. Það koma þetta fína myndir. Hreinskilin er þetta ekki. Stendur út vinnur okkar. Það er miskilið þetta. Það koma fína myndar af þér. Það kemur þetta mynda er í... Hvað skrifaði, skýrið? Ég skrifaði bara Egil Gils. Er einhver mynd á henni brosandan? Nei, þú ert alltaf í fílu á öllum myndum. En máli er að það er mynda er þetta með Jóhannes Haugja sem er að taka Predator handsekið. Mál er Jóhannes Haugur kom til minn a tubby piece of shit fyrir Hann var ekki piece of shit og sagði með skýri make me a man því að hann átti að vera rukkari í svartur leik og hún var breytt í bodybuilder á 4 vikum. Er það nýja official nafnið skýri? Nei, það er ekki leikur stöð. Ég er ekki bara þetta fréttilkynningu skilur að það sé official nafnið. Ekki gera það. Nei, það er bara aðstæðanlegt bæði fyrir þig og okkur sem eru með þér í þætti ekki koma einhverja fréttatilkynningu með nýja nafnið. Það er fínt orðið við steri bara. En ég ætla að fara í næsta slúður. Vitið hver Charlie D'Amelio er? Negative. Ok, ég vissi náttúrulega Steindi vissi ekki hver það hann veit ekki eins og hvað Jack Nicholson er. Þetta er stærsta TikTok-stjarni í heimi. Þannig að það eru margir hlustendur sem vita 100% hver þetta er. Ég er ekki á TikTok. Sko, ég er lítið á TikTok. Hvað er hún að gera á TikTok, kannski? Dansa á eitthvað. En sko, hún fór í meltdown því að þetta er reyndar ég fór að rannsaka þetta. Þetta er hræðilegt dæmi sem er í gangi í henni og þetta er bara næsta Britney Spears
dæmið sko. Alveg 100% því að svona Kim Kardashian foreldrar hennar þau eru líka byrjuð á TikTok og Instagram og reyna að fá followers og eru með svona YouTube þáttar sem eru að borða saman og sína the household, þau vilja vera fræg líka af því að hún er hann svo stór og systir hennar. Þetta er viðbjörn, þetta er alveg hræðilegt og það var sem sagt inn á einhverju YouTube að þessum foreldrum sko. Já, inn á einhverju YouTube myndbandi sem að var tekið að þeim að vera að borða saman. Þar segir þessi Charli D'Amelio að hún sé pyrruð, ég horfði á vídeo, hún var ekkert pyrruð, hún sagði með 95 milljónir followers að væri svo gamlar með 100, þetta var ekki alvarlegri það. TikTok heimurinn brjálaðist, fannst hún ekki nóg þakklátt, þannig að það byrjaði allir að unfollow hann og misti 1.000.000 followers á einu sólarhring. Það er langað í 100, það er glæpur það. Og þá postaði hann þessu hérna vídeoi þar sem hún er hágrátandi. Þetta er, ég veit það, hún er 16 ára. Já, þetta er hræðilegt dæmi sko, það er bara verið að rústa greið stelpunum, það eru 2 systur, hinn er líka hún mjög stór sko. Já, hún er búin að búa til 500 milljónir á stundum tíma sko. Er hún? Og þú ert 16 ára fyrir 500 M, það er alveg. Já, en er eitthvað verra en þegar mamma og pappi eru svona að byrja að reyna að græða það líka? Með sinn eigin þátt. Þetta er agalegt. Þannig að greila bara eitthvað að gamla settinu þannig sko. Þú veist það segir sjálf sko. Já. Á ég að fara að búa til Instagram reikningu fyrir Tedda? Já sko, ákveður ekki. Teddi mér er frábæður á Instagram. Láta að heita Teddi Sverris eða Teddi Blöð, ég er að hugsa það. Þú þarf ekki að hugsa það, þið bara kynna það ekki þig. Svo er það síðasta slúrið og það er svona kannski aðeins jákvæðara, en það var að vera að velja kynþokkafyllsta mann í heim árið 2020. Vitið hver var þurr valinu? Nei, það var ekki Matthew McConaughey. Matthew McConaughey, 50. Vali Sport. Í heiminum. Já, í heiminum. Ég er að Sorry, valið út að hlusta en hann er ekki kynþokkafyllstri. Hver er að taka þetta? Það var leikarinn Michael B. Jordan. Hver er það? Hann er 33 ára. Þú veist alveg hver þetta er maður. Google, wow, that's a handsome man. Hann er kynþokkafyllstri í heimi í dag. Michael B. Samkvæmt People. Michael B. Jordan, þetta er ekki körfuboltamaðurinn, þetta er leikarinn. Michael B. Jordan. Hann er búin að skrifa þetta. Ég hef ekki séð eina mynd með honum. Í hvað myndum leikur hann? Hann er the sexiest man alive. Sáðu ekki Friday Night Lights og þess að þætti? Það er rosalega huggulegur. Hann er þetta mjög huggulegur. En ég ætla að kíkja á MDB þannig að hann er Michael Jordan, nema hann setti bara eitt B hérna. Já, hann er skýrður í höfuð á körfuboltamannin. Já, mammans var a huge fan, eins og ég segja. Já, ok. Sambítu, það er skrítið, hann ekki 33 ára, hvað er Jordan? 50? Ekki hugmynd. Já, býtu, hann leikir Black Panther. Já, er þetta þessi? Ég veit alveg hvað þetta er. Já, ég veit alveg hvað þetta er og hérna leiki, þannig að það er sko, Creed 3 er að koma út með honum. Já, við óskum honum innilega til hamingju. Creed 1 var geggjuð, Creed 2 var líka góð. Það er að koma Creed 3. Já, það er að koma Creed 3. Þetta var slúðupakki dagsins, við skuldum auglýsingar og svo fyrir við beint í, við ætlum að breyta hans til, við fyrir beint í How do you do fellow kids? Wow. Já, ég ætla aðeins að rista upp í þessu. Erum við ekki tím Mæli alltaf? Jó. Hún er töffari. Við höldum með Mæli, við höfum alltaf gert það hérna í FM 95 Það er svolítið þannig, þið eru að hlusta einmitt á FM 95 hér á FM 957 og ég ætla að minna hlustundra á að Eurogarun er komin inn á marathoni stöða 2, ef þau eru með það. Þetta er fullkomið segir alltaf bingja. Þú vilt taka hana bara einu, jafnvel 2 sessjónum. Það er þægilegra heldur en að horfa á vikulega ef við erum hreinskilnir. Þetta er þannig serja. Var eitthvað vesinn að þurfa pappa þennum alltaf? Hvað segirðu? Já, það var vesinn á pappa. Nei, það var ekki vesinn á pappa mínum, það var vesinn á mér. Já, vesinn á andra. Þið myndir nú frekka að segja að það var vesinn á aldra. Það er ekki við legan sem svon. En við mögum ekki segja mikið, því að margir sem vilja kannski klára. En við erum að fara í, við ætlum að hrista hans upp í, svo oftast verðum að fara í kortmyndur freka núna sem er ekki eins og í dag. Við ætlum að fara í How do you do fellow kids? How do you do fellow kids? Viljum við fá trailerinn eða? Nei, ég ætlum að marga trailer Þetta er Fellow Kids lagið. Já. Og þetta er betur en trailer, ég fíla þetta. Þetta er gýrið. Þetta er ekkert eðlilega gott lag. Og við ætlum að gera þetta eins og alltaf 5 spurningar og þetta er keppni, drengir. Já. Og ég var til að fá ykkur alveg Býttu, vannst þú ekki síðast þegar? Egill Það tala um að setja svo lélugur þessu. Ég á ekki breykið þetta nú. Leið og Egill er á tánum, þá er hann rosalega öflugur í þessu. Hann á litla frændur
Hendi mér í eitthvað gildru síðan sem ég ætla ekki að fara út í Já, þegar við spurðum hvað þið BBC. Já, herru, förum bara í spurningkeppni dagsins og það eru allir tilbúinir. Rétt svara bold by choice. Já, bold by choice. Ég sagði fréttastöðin. Nei, þú sagði hann ekki. Herru, byrjaði bara. Já, ok. Herru, ok, þetta eru 5 spurningar eins og alltaf og ég ætla að gefa ykkur vísbendingu með fyrstu, af því að mér finnst hún ekkert alveg gefins, ég ætla að gefa ykkur vísbendingu. Segjum að þið séu að púla sóla á þetta, Sóla Hólm. Kannski sunnudagur og eitthvað þinga í ykkur. Og hann er nú á eftir á línunni. Þeir eru jafnvel bara út í búðu eða eitthvað og það er bara eitthvað vesen á okkur. Þeir eru algjör sól í ykkur. Já. Og þeir farið óvart í róner. Hvað því er frasinn róner? Hætt að googla. Nei, það er ekki googla. Að vera í róner. Róner. Já, herru, nei. Egill Einarsson. Sko, þetta tengist eitthvað bónir eða ekki? Þú mátt ekki svara. Nei, bara ég er búin að segja þetta tengist alltaf. Ég er bara þú veist. Hann lesi það. Ég er róner. Já, ég veist mjög líklegt að tengist bónir, jú. Herru, okkur er réttan pönd. Hvað? Ég voru að svara. Málega er, út af því ef ég ekki réttu pönd, þá er blöður réttu pönd og nelt þetta. Þú voru að svara. Það lendi ég letta einn undir. En ef þú varst út í búð. Ég tók frumkvæði. Hættu að gefa honum vísbendingar. Ég tók frumkvæði. Svaraðu. Eina vandamlega er I don't know the answer. En ég ákvað að fá allan einhvern veginn. Þú ert eiginlega komin með það. Ég ætla að ræða þetta við þig. Þú ert eiginlega komin með það. Þetta er róner. Já. Þú veist. Og ég sagði líka, þú ert allt í bónir. Nei. Hvað er þetta þá? Hættu að gefa honum. Er hann reiður það? Það er ekki rétt. Reiður með bónir er ekki róner. Auðvitað, ætla þú að reyna. Svo Jóngla Gerdal. Það er að reyna við þetta. Það er eitthvað, bara, þetta er svona smá slis bara allt í hennu og. Bara random bónir. Já! Róner. Herðu, ég tók headsetu og sambandi. Ég komin yfir. Er róner að vera með random bónir? Lendi random bónir. Það er rosalega steg. Fáið þið ofta róner eða? Ekki við, en þú veist, við erum líka eldgamli kallar, en unga fólki er greinlega lendi í þessu. Þú færði ekkert bara í hagkaup og farið róner, sko. Nei, vona ekki. Ekki sem ferstu og gætt maður. Sexið sko. Svo Kristi Pálsson, sölumar í sporthúsum. Hann fær potið ofta róner. Já, Kristi Pálsson, sölumar í sporthúsum. Ég ætla ekki bara að segja heimilisvaki og svo kennitölulega. Herru, já, þá höldum við áfram. Ég kom 1-0 yfir. Já, herru, búið að lækka í læginu. Nei, það bara heyrði þér. Málið er, það er ekki hægt að vinna blöðið. Þú vann síðast, hættu. Já, það er 1-0 fyrir blöð. Nú náði ég var sneggrið en eftir höndinni. Já. Samt að pakka saman. Þú vissir ekki svarið. Þú náður ekki að leysa þetta, en þú náður að leysa. Ég vissi konceptið, ég vissi bara ekki að það var random bón. Nei, en þú náður að leysa. Þú veist að það er reiður og þú varst bara nálægt þessu, en þú varst ekki með þetta. Hvernig fegst þú síðast róner, Stendi? Róner? Já. Ertu aldrei gaming með róner? Það er agalegt út í miðju streymi bara. Já, nei, maður er ekkert í því. Herru, drengir, hætti þessu. Það er næsta spurning og hún hljóma svona og ég ætla að gefa ykkur aftur svona smá backstory á þetta. Þeir eru bara heima hjá okkur, þeir eru að horfa á sjónvarpið, ykkur líður vel og þið ákveðið að fá okkur eina Bilbo Baggins eða Frodo Baggins. Það er auðvitað blönd, nei, Egill Einarsson. Hass. Ég held að það var eitthvað svona street name. Það var eitthvað svona street name fyrir Hass. Reyndar voru allir hobbitandir alltaf að reykja og pípum í myndunum. Er þetta ekki að fá sér... Hvað er að gerast? Er þetta ekki að fá sér Hass eða? 10 years á tökunum. Hvað gerðist þannig? Skeitir á tökunum? Já, skeitir á tökunum, komið eitthvað teknóla. Ég er ekki með headphone, sko, en ég veit ekki hvað að gera. Máli er að... Nei, 10 years. Herru, þetta eru 10 years á tökunum, en máli er að þetta er rétt. Að fá sér Bilbo Baggins? Nei, já, þú veist... Ekki 4 upp í einni? Mér finnst þetta gott gíska því að Gandalf og þeir voru alltaf með pípu, sko. Þetta er ekki rétt hjá honum. Þetta er ekki rétt hjá honum. Stellur. Kemur á óvart, þú varst alveg blöð, þetta er rétt. Og þú færðir hérna Bilbo Baggins. Fá sér snakk. Baggins. Nei, en það fá sér í vöruna. Þetta er að fá sér í vöruna. Varstu búin að segja, þú sagði snakk. Þú sagði snakk. Já, ég get ekki tekið rétt fyrir þetta. Ég held auðvitað að þú væri 100% með þetta. Hann getur sagt bara snakk og svo breytir hann bara svar. Nei, ég sagði sjálfur, ég fæ ekki rétt. En þú veist, ég er keppnismæður en ég er heiðalögur. En Bilbo Baggins upp í sófa. Þá skilta að bagga. Ég held að það var eitthvað street name fyrir... Nei, þú hendur bara beint í hass. Ég sagði líka þegar þau eru heima og að horfa og slakir á sjónvarpið. Erstu það að fá þér hass þá? Bara skúringa. Já, en maður veit ekki hvað úlingarnir er að bralla. En málega þetta er, ef þú ert að bagga, þá kallast þetta að fá sér Bilbo Baggins. Bilbo Baggins. Það er 1-0 og 3 eftir. Já, næsta. Og Egill, nú er bara pressa á þig. Og mig sérstaklega? Já, af því að þetta... Okkur meira á mig en the poop. Þú ættir að vita þetta. Af því ég ætla að gefa þér eina vísbendingu.
Þú ættir að vita þetta að þetta er mest notaði frasin í ungu fólki í sporthúsin í dag. Og ég fekk þetta sendt frá Ísaki Ára. Hann sagði mikið notaði í sporthúsin. Ok, hvað er það? veit ég þetta. Ef þú réttir ekki pent Ég er strax. mikið með my young fans þar. Já, hvað, þú Þetta er vinnur ekki það? young fans, þetta er ekki bara fólk sem er að vinna með þér. Þú vinnur þetta. Ekki með maður young fans þar. Hvað, er þetta bara aðdándur að þig kringu? Ég veit 100%. Hvað er bara með? Ég ætla að jafna blöð núna. Þriðja spurningin, hvað þýðir frasin SBC? Ég veit að skýrhaus by choice. Hann rétti ekki með hönd. Nei, hann þurfti Hann rétti ekki með hönd. Nei, hann þurfti Þetta getur ekki verið stig. Hann sagði bara strax skýr, haus Já, bæti má ég ekki taka þátt? Nei. Varstu með þetta? Þú varst aldrei með þetta. Þú réttir ekki með hönd. Þú vissir ekki, Heyrðu, þú vissir ekki eins og Já, hvað hvað segir BBC dómarinn? þýddi? Ég var með bakka. Þýttur að punktu. Þetta er Á skýr þess að rétti upp hönd. Já, sko, mér finnst að þetta var það Jæja. Hann svaraði það Það sagði líka við mig, þetta er á þig, skýri. Hann Já, mátti ég þá bara ekki vera Þú með? var aldrei getað það. Hann svaraði það Róner, gerðu það. Aldrei SBC. Áfram með Þú þessu. hefur ekki verið með þetta Ég vissu það Áfram með Heyrðu, þessu. þá er það fjórða spurning Þú ferð inn í mjög flotta fatabúð Og ástæðan fyrir því að þú varst að fjárfesta í Louis Hvað þýðir það? Hvað er frasin Louis? Egil Einarsson Louis Vuitton. Það er hár rétt hjá þér Var það svarð? Já, það er svarið Louis Þetta er ekki eitthvað bara sem að ungu krakkarnir nota. Þetta er bara kallað Louis. Ertu eitthvað heimsku? Já, akkur er það Ég get ekki tekið þátt í þessari kemur. Gefur bara allir í hugsa byrju Louis. Hann rétti bara með Hey, þetta ég var bara Louis sneggri. En á þetta ekki að vera eitthvað sem að ungu krakkarnir að nota? Nú er ég Jú. bara, nú er ég á tánum í dag. Ég er Guð tvist að góður. fá svar eftir. Sko, eina komdu með fólki síðast. sem er að nota Vanalega Louis blöð extremely fast, sko. Já, eina fólki Já, sem ég er að fekk nota ekki eins og rétt upp hönd á hann. Nei. Þú svaraði bara. Eina fólki sem nota Louis á Íslandi er ungt fólk Nei, og segir þetta bara allir í heiminum að fá sér Louis. Og Sindri Sindrason Jú, þetta er vitlaus maður. Herru, ok, þá er það síðasta spurningin Hvað er staðan? 2-2 Já, nei, ég er ekki yfir það. Ert þú yfir? Já, ég tek bakka svarið það því að ég fekk ekki að svara hann. Þú ert Logi Bergman, keep score, motherfucker. Herru, það er 2-1 fyrir allir og það er ein spurning eftir Þessi er rosaleg Hvað þýðir frasinn að vera mospós? Mospós, þú veit að pós er Já, Auður Blöndal Bara pís og sitt og mósó. Það er hár rétt hjá þér. Það er pís og sitt og 2-2. Mosesbæ Það er 2-2 Má ég ekki, á ég Já, ég hendi meina, þetta er bara... Nei, ég ætla að hafa játtunni Ég ætla ekki, ég get hendi Ekki að bráða bara. Ok, gott að mér síðustu. Bráðabanni. Ok Shit, eru þið vissir? Já. Ok Ég er ekkert aðeinslega Já, peppa. já, það er 2-2 Þetta er rosalegt Síðasta spurningin Þetta er afturhelding á móti Barcelona, blöð þá góður í Já, já, þetta er bara Við erum underdogs. Já, þú ert sko, þú komst inn sem underdog En þú ert feifheldi núna, samkvæmt hlustandum Sko, málega það, þú ert búin að leiða alla leikin Málega það Nei, ég komst í eitt. Ok, komdu bara með þetta. Smá vísbending Ok, þið eru að spjalla saman Þið tveir Og auðvitað, þú ert bara hérna, að segja allir eitthvað Og Egill er bara í alvörunni Ég búst, í alvörunni Já, þess Ha? Það er svona. Það er svona Það er ekki þess. Jú, það er svona Þeir ekki að vinnur. Ha, það er ekki þess. Gefur endast að sjans. Það er bara svona. Já, Gefur endast að Hvað sensa. ætlað þú að segja? Það er svoleiðis. Það er svona Það er svona Það er eitt að rétt. Nei, glemdu hugmyndinu sko. Segja því að sama Já, auðvitað, það er svona, bara glemdu. Hvor vann þá? Það er Það er blöð, Það er svoleiðis rétt svari Hvað er Viltu taka þetta blöð? Viltu gefa þetta? Hvað Ég tek, jafntefli, ég fæ fyrir bakkið. Þú ert aldrei að fá sigur fyrir Það er þetta. jafntefni Það er svoleiðis. 2-2 Það segir ekki, það er svona. Það er hárið, það er Túborg, Léttöl og Keilöðin sem fær ykkur F95 blöð á þessum föstudegi. Og sko, við erum að fara í dagskrálið sem hefur ekki verið lengi í þessum þætti. Það voru risafréttir í gær, komið ekki í gær? Jó, komið í dag. þetta er bara sétt sólarhengin. Já, okkar uppáhaldsmaður Sólu Hólm Já. var að henda í 5. barnið. 5 barnafæður Já. Og það kallar eiginlega bara á eitt. Þrefalt brjósklós Þetta, við þurfum eiginlega bara að hendi í þetta bara beint. Are Icelanders gonna have a good weekend or a bad one? That is all down to just one man. Trailer hefur ekki verið lengi hér í F95 blöð hversu graður í Sólu Hólm en við náðum honum. Já, þetta, ég bara dætt í gýrin. Ég er að viðkynna. En nú fær þjóðin að vita hvort að við skulum ekki gefa mikið upp. Við ekki bara spila, við hringdum í hann fyrr í dag og við skulum heyra símtalið í Sóla Hólm. Sóli, Sælunur, blessaður, hvað segir þú kannlega? bara fín. Það er ekki?
Jú, Ég er svo ánægður- ég sé alveg Ég er svo ánægður að það svara. Já, ég er bara glaður. Ég er bara glaður maður. Það Glaður er bara maður. þannig. Já. Já. Já, ég meina eðlilega Eðlilegt glaður í dag Sóli, gilsi hérna Sælir, Ég var- mjög ánægður að heyri ykkur. Ég var að hugsa að ég vaknaði á morgun Það var maður sem að heimta að heyri í þér í dag, svona í ljósi frétta. Já, ég veist Ég ætla að byrja að segja til hamingju. Takk fyrir. Geggjað. Þannig að Takk það fyrir. Það finnst ég ekki einn í þessu rugli. Já, nákvæmlega. Þú ert hérna komin, þú ert álíka kræfur og ég, sko. Eða svona, þú veist, ekki alveg. Já, ég er ekki komin í, þú ert komin með byrjunarliði í körfubolta, sko. Þú ert með 5. Það er rétt. Það er... En málega er Sóli, nú leikur lífið við þig tekju þessi grínist til landsins og bara, já og finnast ekki eins til landsins og þið geggjum sjónastætti, 5 grislingar sko ég rauninni spurningin sem the fans vilja vita, hver er svona leyndadómurinn að eignast 5 grislingar fyrir fæstut, hvað þarf það að vera? Hvað þarf ég að vera? Já, það er spurning hvaða svarið varst að leita hana. Hvað þarf maður að vera til að eignast 5 börn fyrir fæstut? Sko, ég skal alveg viðurkenna það, Egill, að þú ert pínu að fá svona uppreist æru varðandi þetta fyrsta baksamið. Þú hefur ekki haft eitthvað aðeins rétt fyrir. Hvað þarf það að vera til að eignast 5 börn? Það er ekki, ok, er það sem meina að maður er að vera graður til eignast 5 börn? Thank you. Sko, Takk svo. Sko. Er það sýntalið búið? Takk aðeins. Það er því gaman að höra þér. Nei, sko, til þess að búa til, ég meina þetta þarf bara 5 skipti, sko, ég vissum að þið hefði alveg gert það oftar, sko. Já. Ekki blanda Nei, þetta er bara gaman að þessu. Já, þetta er geggjað maður. Og þetta er ganni slepptið til hamingju maður. Þú dældir inn allan að 5 sinum. Já. Það er ekki bend á staðarendir af það, sko. Já, akkurat. En hérna, já, 5 Já, þetta er alvöru. fyrir fertugt. Já, ég veit 37. En hefur einhvern náðu þessu, veistu um einhvern annan sem hefur náðu þessu í Íslandi? 5 börnum fyrir 40? Já. Já, ég held það, sko. Nefndi einhvern takk. Ef sámestari er til, ætla að fá hann á línuna. Já, gefðu mér smá tíma, ég get þetta ekki alveg á spott, sko. En ég held að það einhvern til sem hefur náðu 5 börnum fyrir 40, sko. Hvernig, svona... Það er ekki fróttari allavega. En mál áður ég missið þig, Sóli, hvernig ertu svona skala 0 upp í 10? Er hún í dag? Sko. Við hefum ekki spurt þig lengi. Nei, ég veit það, ég er að pæli það, það liggur vel á mér, hvort ég bara gefa ykkur tölu, sko. Já. Kottu með tölu, ég er hef svona pæli, sko. Ég er léttur og ég, þú veist, sko, fólk má þetta ekki skilja þessum svo að ef ég segist það 8 þá sé ég bara með bónir bara og fríkom, þú veist, það má ekki skilja þannig, sko. Ég segi þetta hér bara frekar svona í fasinu, hversu léttir yfir mér, sko. Já, ég hugsa þetta alltaf þannig, þetta er bara Egill sem Hvernig ertu Ég skal fasinu? þannig að ef ég fæ að setja þann disclaimer á það, hvað sem að þessi rosalega mikið þroskaði maður sem sittur í hliðina við viljum kalla þetta, þá skal ég bara gefa okkur það, ég er 8 í dag. Wow. Það eru góða fréttir. Já, það er rosalega þáttur í kvöld og hérna geggjaðu skets og bara, þú veist, það bara Hver eru hjá það liggur okkur? bara hrikalega vel á mér. Það er Sólrún Diego og Reymur. Það geggjað. er landslið. Þá er ekki hiss og sér þetta 8 maður. Og ég hugsa bara hversu feskur þú ert, sko. Já, ég er bara drullufaskur. Drullufaskur. Þú ætla ekki eðlilega að fyndin eins og þáttum, Hófáður. Var ég búin að segja þér það? Já, það er kannski það. Það er bara það. Takk fyrir það. Sölva Tryggva þenni á ræðis. Ég er bara, 8. sko... Við höfum ekki fengið tölu í marga vikur. Þetta er sterkt fyrir þáttin. Ég hef aldrei fengið tölu. Svo alveg að það reyna, ég hef aldrei fengið tölu frá mér. Ég er ekki að ljúga. Ég sá bíl taka Hambrössubeigja á Suðurlandsbrautinni hérna og líkja á leiðinni í ríkið hérna í Skeifunni. Það er alveg heyrið 8. Það heyrið 8. Það er rosalega helgi framöndan. Herðu, við ætlum að sleppa þér, Sóli, aftur til hamingju. Gaman að heyri þér. Já, takk fyrir það, strókar. Já, þetta voru rosa tölum. Hann er 8. Ég meina, hvernig verður helgin hjá fólki þá maður? Já, það er rosa helgi framöndan. Það er margir sem eru glaðir núna út af COVID og allt þessi leiðindi. Já, vita núna, það er góð helgi framöndan. Ég sko, ef Sóli er 8 í grættunni Nei, hann er náttúrulega ekki að tala um grættu. Hann er að tala bara hvað hann er feskur. Nei, hann sagði það sjálfur. Það var að sigur þú eitthvað, hann sé þess að feskur eitthvað, þú veist. Það er hann sé bara 8 gráður. En það þýðir að þjóðin var að fá 8. Bara helgin er að vera frábær. Þetta eru bestu fréttir sem við fengið í þessum þætti í langan tíma. Já, sérstaklega yfir COVID og þú veist allt þetta
Þetta drepleðilega tímabil. Við þurftum á þess að halda. Sól 8. Já, bara þú veist, ef þú varst með þetta plan helgina, stick Þannig to að it. 8 eitthvað tíma. Stick to Hann it. byrjuð. Sko, hann sagðist aldrei á svara. En þú er alltaf sagt okkur hann að sendir SMS. Varst að ljúga því? En ég har aldrei sagt við okkur bara, hann er sett mér SMS að hann sé kannski 757. En aldrei sagt hann sé 8. En hefur sendir það. Þannig að hann var alltaf að senda þér SMS hvað hann Já, hann gerir reglulega, sendir mér í morgun og hann græður. Já, þetta var Ég var bara allt annar eftir ég heyrði 8 sól. Já, Ég bara, Og ekki minkaði góðaskapið þegar við fengum góðan gestinga í stúdíóið. Hann kom með gjafir handa okkur, ilmandi pizzur. Þetta er sponsorinn okkar C-Joe eða eins og Egil kallar hann Cocksucking Joe. Verður velkomin. Við erum alveg hættir með Já, en það ekki. já, C-Joe. Við erum með C-Joe. Sorry, ég setti þetta. Mr. Mr. C, ertu að vinna með hann núna? The preferred nomenclature. Mr. C er rosalega Já, minnst það töff. Stráka, Finnst það mjög töff? nefni einn útvarsþátt á Íslandi þar sem kostandi mæti með að present Já, það er í líka útsendingu. Það er ekki af því til. við erum líka með alvöru kostanda. Það verður hundlegilegt að vera ykkur komið með, ég veit það ekki, Já, en C, tilbur hérna handa okkur. Já, þú veist. Mr. C. Men veitir þetta ekki nefna handingustrákar? Þetta er ekkert eðlilega Heyrðu, góð pizza sem þetta kom með þetta. Hvernig er lífið þess dagana? Sko fyrir það fyrsta, þá náttúrulega, þá speikla ég þetta. Breath of fresh air, koma hérna til eitthvað strákana, lappa beint inn í 8 og sóla. Ég er Já, ekki að grínast, heyrðu sko, það, hann þetta er er bara, já, þú veist, þetta stend allt í góða helgi. Alveg næs hluti framöndan, bara svona rólegt samt. En ég er ekki að djóka, ég er bara svona alveg gjössa fjónast upp í alvörinni. Þetta hefur áhrif. Já, Þetta hefur þú veist, áhrif. ég ætlaði bara að vera í ykkur léttu, ég sé fara í stert í kvöld. Já, bara No joke, sko. blá smirn og Já, meðan maður mætir heim. bara mamma og pappi bara á kójunni, bara með krakkans. Og þetta er Helgi verður tjúlu, þetta er 8. Mikið að liði líka sko, og ég var að skila upp á félagminni um lögreglun sko að það var enginn að fara út á bænum. Nú er traffík sko. Algjörlega. Á bænum, allir leiðin í bústað núna. Er löggan brjáluð yfir hans í 8? Það er ekki gott Það keyrði gæði niður stöðurinn á Suðurlandsbraut. Og það var að drífa sig í ríkið. Ártúnsbrekkan er blokk. Það er bara, og þú veist, Mosó, það er alveg niður á Hringbraut. Það var fólk að fara eitthvað annað, þau bara snýri við og út úr bænum og hafa gaman. Algjörlega. Það getur gert mikið fyrir bara andlega heilsu þjóðarinnar. Einn maður. Þurfum bara svo á þess að halda. En sko, enda er hann að gera þetta fyrir his country. Það kemur skýrt fram í tjóðum. Og Sóli, eða þú ert að hlusta, takk fyrir áttuna, aftur. En eru, Mr. C, ég er nefnilega búin að vera að sjá þig svolítið undanfarið sko. Nú, býtu. Já, ég beinsaði 70 mínútur á marg. Já. Djöfull fannst mér gaman að Þú ríða. átt nú allan heiðurinn að þessu öðun, eða ekki, að koma þessi kring. Og hann kokkaði þetta saman. En djöfull hafði ég gaman að ég var að horfa sko, það voru sketsar þetta sem ég var búin að gleyma sem voru svo góðir. Svo þú varst að mála og varst að rúlla liðið. Legendary sketch. Leið var ekki sátt. Það var gaman að sjá Þú varst nýbúin að rífast við Ollu konuna en ekki? Jú, Varst það reyðu þegar þú fórst í þess að það var sjúklega fyndið sko, ég glemði aldrei. Ég var í einhverju svona, þú veist, við vorum náttúrulega kottnungir sko, einhver pirringur, eitthvað, þú veist, SMS eitthvað og svo bara, þú veist, og svo kom það allt út og ég bara var ótrúlega rannalegur við alltaf. Það virkaði vel, þú varst að elda, þú varst ekki bara óvart að sleysast til þess að mála lið. Svo fórstu bara að lappa eftir liði, að rúlla því bakið. Svo var, sko, mundið þú eftir Andri, ég veit ekki hvort þú er búin að horfa á þetta, en ég var að horfa á þetta allt til að setja þetta inn. Mundur eftir þú vorum að blása upp hanskan og það var allt í hóri hjá mér og það fór á þig þegar hanskan sprakk. Mér fannst svo gaman að sjá þetta, ég var ekki búin að sjá þetta í 20 ár. Ég er búin að fá sent núna sko, þú veist, þegar við vorum að sjá hvað við kemum mörgum closetpappis, brefum upp í trantina og fólk að sína að geta gert meira, ég fann nokkuð þannig. Það var gaman að sjá bara pirraðan C-Joe þegar hann fekk hórið á sig. Því að C-Joe, nú er ég búin að þekkja hann í 20 ár. Þú ert með skapstórmaður. virkilega gott jafnægi. Nei, hann er alltaf í góðu skapi. Ég verð sjaldan pyrraður. Já, það er mjög sjálfgætt. En er það þannig að þegar þú verður reiður þá verður þau brjálæður? Sem dæmir þegar Simmi var að berja sveppa hann í sumarbústaðferðin, þá var bara Jói greið að grilla banana. Ég veist, ég Bara með hugsaði sitt jafnægi bara á... á þessum tímapunkti, þú veist, þarna var bara aðabíu að blanda sér eitthvað í þetta en að skilja þá í sundur Eða grilla bara banana. farfetst, sko eða leifa bara pippin að bráðna almennilega onni í bananan, skilja þetta er bara þetta tvenn og vonast til þess að þetta leysist og koma þá færandi hendi með heitan banan. Þú fekst þig bara síkó og fórst í bananana og slakaði á. Þetta er áður en ég byrja í 70 mínútum. Hélt Simmi ekki á sveppa bara eins og hann væri dúkka og Nei, slóða bara sveppi var að reyna að berja Sko, Simma. Simmi hélt sveppa frá sér með annari hendinni og hann var Og svona sló bara það bara. eins og batterísapi að kýla með höndunum og náði ekki í andlitið á hann, skilur. Hann hélt bara svona í hausinn á hann. Var þetta alvöru slagur sem sagt? Já, eins og Sveppi fór heim. Sveppi fór heim, já þetta var þannig. Þeir voru bara að rífast og Alveg það endaði reiður. þannig að hann réðist á sig. Þetta var alvöru slagur sveppamein. Já. Simmi náttúrulega bara hélt honum svolítið í skefjum en sveppi var að reyna að lemja Simma en það náttúrulega bara gekk ekki upp sko. Það
skiljanlega ástæðum sko. Og bara hérna Hann bara svona hjælt honum frá shit, Ég held ég hann hefði hafi sjá gefið honum eitt létt sko. Var alls til að tala um þetta núna skilur. Já, 20 ár Þetta síðan allt ásalegi drengir og Perlu vinnir í daginn Já, hann gaf honum eitt svona Eitt gómoren Eitt gúmóren sko. En það var Og ekki- það var svona meira bara, þú veist, hættu þessu drengur Eitthvað En það var ekki bara þarna, svo mann ég líka Fyrst við erum nú opna okkur með þetta Þá þegar hérna Íris konans Sveppa var ólétt af fyrsta banni Þórdís Sköllu sem er 17 ára í dag Þá voru á ássatíð Og Sveppi vorum í þvíleikum gýr Og Simmi svona leta hann aðeins heyra Bara hefði út með ólétt af kólin Og Sveppi var brjálaður Og í lok kvöld þá var Sveppi ennþá brjálaður út í Simma Og það var ekki pláss í bílnum Þannig að þau sett hann í skottið Og Sveppi beit Hann beit Hver var í skottinu, sagði það? Sveppa var henni í skottið Leðileg heim Og hann beit Simma Hvað í öxlina? Nei, ég held til að það var að lukka Já, Sveppi hefur gert þetta nokkuð sem áður bitið Bara fólk. í jakkafundum ásjáði Og beita Þess að beita Þetta er svo gegg Það er Jæja. svo trillt að býta Já, þeir en eru eins og Jói segir perlu vinnir Ég er gaman að líka Mr. C er hérna með strípur í Já, ég var sko elgstrípaður og Já, til að fela skallan, þú kendir mér Já, það sko, fyrst var ég bara strípaður af því að það var bara töff, sko Já. En svo náttúrulega fattaði maður að Það var svo stert ljós á okkur nefnilega, sko Já. Og dökka hárið, sko Ég er enda, sko, ég er alltaf svona tveimur árum á undan þú Bæði að taka það af Já. Og líka í, sko, því hvað ég fer Að fara djúpt, alveg, sko. já, Nú ég er er ég komin í mjög bubban, latinn sko núna. Ertu með sköfuna bara? Nei, ég er með svona sérstakka græði sem Baldur í bíprógrammir Sá mikli meistari Bara þetta Þetta er bara svona eins og, rafmagnsgræja. já, eins og gamla rakvilin Samt þegar hún svona nálagt Já Já, bara svona sér fyrir giltu, já, fyrir þú ekki BBC menn Þú eins og ekki það heitir. svo Hvað er ég ógeðslegur? Nei, þú ert að rokka kraga núna sko. Já, Já, ég er ekki að gera neitt Það er ekki svo sem að skemmta að gera Mr. C eitthvað Já, hann er glæsilegur Það er aðeins harðara lúk En sko, við skuldum auglýsingar Svo ætlum við að henda Jóa í, já, Sjöra Stay og Sjöra Go Stay og should I go Já. Hvað heitir, sko, við gleymum mér þess að það er svo gaman að fá þig, Jói Hvað heitir nýja pizzan? Heyri, þetta er sem sagt, bara í stuttumáli þá er baconsöldu pizzan búin að vera svona Fjóða besta pizza í heimi Já, og gríðarlega vinsæl og hér er komin sem sagt systir baconsöldu pizzunar sem er döðlu sultu pizza Þetta er ekkert eðlulega gott Þetta er bara ævintýri sko Já. Þannig að þú getur keft systurna saman núna upp í Það er Keiluhöll rosalegt. Bara jóðlaði mig Tvær í einu Like that Við ætlum að fá okkur smá pizzu, hlusta á auglýsingar og svo förum við í Sjöra Stay og Sjöra Go og spurningefni Gilsannars, hvað var áttur í dag? King of focusing on the positive about COVID Alveg rétt, Jésús, hvað er alltaf slett Guess I'm always gonna be the bad child Þetta eru Tones and I Reynda finnst með þetta flott lag Hvað segir þið drengir? Jú, þetta er bara Rikki er ekki að skýta hana Nei, Þetta er bara flott lag já, ég ætla að rósa Rikka nú hana Þetta er Stýrir svíðast hann öllu þessu stóti Já, náttúrulega En Mr. C, skreitti þú annan nóvember heima þér eins og Richard? Ég skreitti Ertu búin að- eru þið búin að jólaskreyta? Ég setti seríunar úti síðustu helgi Hvaða dag var þá? Nei, það er ekki annað Það er 20. núna, það verið 13. þá Já. Það var 14, þú varst á laugardegi 14. Það er Já. ekki annan nóf Ég er yfirleitt svona á þessu rófi sko Kannski aðeins einnig nómber Ég tek eiginlega bara fyrsta DS, er það aðstæðanlegt? Það var eitthvað verið að byggja allir hverfinum að gera þetta sko. Já, víðir maður Já. Hann var að byggja bara að við myndum aðeins Lýsa upp hverfin. Lýsa upp Já, hverfin lýsa upp Málið er hverfin, sko. Ég er sammála Mr. C Ég er búin að taka þetta úti Er Mr. C bara nýja nafni núna? Já, Ég var að það vinna er- bara með það Nei, mér finnst það mjög fínt, gott, sko. Já. Cocksucking Joe Það er ekki nóg þjált. Eskuleitaði niður í C-Joe C-Joe er komið í Mr. C Mr. C, Já, já. ég til í það Og það er máli, þetta er bara að gera Ég erum bara að gera Cocksucking Joe greiðar sko. Já, já. Hætt að segja gamla Þú ert ekki að gera hún greið með að segja alltaf nafn Ég nefndi henni Mr. C Hann er Mr. C þetta Það er stend alltaf gott að taka þetta alltaf svolítið fram sko. Já, það var svona Þegar, geggja þegar þú sendir okkur á Messenger og væri komið með svona hana húr Þegar þú varst að tala svo gaman hvernig þú vinnur sko Þegar þú varst að tala um Spólmund Hólm Og varst að hamra á því bara, hérna, þú veist, það er ekki ég sem er að kalla það Spólmund sko Það er bara, það er allt fólkið að núti sko sem er að- Enginn að kalla það, ég hef aldrei heyrt þetta nafn Það var sendibóði Spóli En herru, við ætlum að enda Mr. C í Sjöra Stay og Sjöra Já, Go sko, það sem ég er að velta fyrir mér Ég þarf að finna lægin Hvort allar sko, auðvitað, erst þú að fara að keppa við Mr. C Já. Eða eru þið allir að fara að keppa? Ef við ekki bara vera allir Já, ég myndi hafa gaman að því Já, Það En er ekki ég- að fá frí en Það er í headphone Já, Ég sko, geri- Nei, þú vart ekki að En sko, málið er það, ég smíðaði spurningarnar Svona
nánast eftir Mr. C til að gera honum þetta dálítið erfiðara fyrir en þetta verður ekki létt fyrir ykkur heldur, ég get lofa ykkur því. Herru, ég ætla að fá lagið undir. Já, það er komið hérna. Maður heyra þetta, það er myndið alltaf átt, það er föstudag. Það býtar auglýsing undan, ég veit ég er búin að vera 10 ára á takkanum, ég reyndar 9 ára en 10 years. Nei, býtu hvað okkur 10 years. Okkur fór að beint á næstu auglýsingu, hvað er að gerast? Já, það er 10 years. Það eru 10 years á takkanum og þarna já. Ok, should I stay or should I go? Herru, ef þú þekkir ekki leikreglur Jói, þú mátt gefa 1 free pass. Þegar þú gefur a free pass þá kemur þetta hérna, sko, já, býtu get the hell out of here er líka náttúrulega, en þú getur tekið þetta. I'm gonna take a free pass. Það farið frí en passa. Þetta eru 3 spurningar og þú mátt sleppa einni. Og hvað á ég að gera? Þetta er valmöguleiki sem þú færð. Svo er hitt hérna. Get the hell out of here. Þú ert að reka eitthvað af landi. Basically, þetta eru 3 spurningar og þetta eru 3 spurningar og eina sem þú þarft að gera, Mr. C, er að velja annan kostinn. Þú hefur 1 frípassa og þetta er allt manneskjur og annar aðilinn þarf að yfirgefa Ísland að eilífu. Má aldrei koma aftur. Aldrei koma aftur. Við erum ekki að fara að senda ykkur til gröfina, en við erum að fara að senda hann af eigunni. Og fyrsta spurning, elsku vinnir, og eigum við ekki að leyfa gestinum að byrja það að svara. Fyrsta spurning og við göngum ringin, það er Mr. C, svo Öddi, svo Egill svarið og þið getur út að frípassa hvernig sem er, hún er þægilega því að það er, ég myndi segja, þetta er þægilegasta spurningin af þessu 3 af því að þetta er ekkert mjög tengtir gruna mig. Hvort er það Greta Salome eða Jóhanna Guðrún sem þarf að yfirgefa eiguna að eilífu? Þetta grímilegu lið. Þetta er ekki þægilegt. I'm gonna take a free pass now. Ætla þú að taka hann strax? I'm gonna take a, ég misti hann síðan. Þú tókst free pass núna? Þá megum við það ekki. I'm gonna take a free pass. Já, það er bara 1 free pass á alla. Já, og þú mátt ekki taka á sama. Þetta er rosalega flókin. Hendið þú free passan í þetta líka? Nei, ég má það ekki. Nei, ekki, já, það má bara 1 í einu. Það er ekki free pass á mann. Nei, jú, það er bara, þú veist, þið með ekki nota free passan á sömu spurningum. Já. Þú ert þá inni 1, sko. Og ef þú tekur að free pass þá verður að hoppa á hægri 5 sinnum eins og ég ætla að gera núna. Þetta er ekki, þetta hljóma bara flókið. Mér finnst gaman að, þú veist, það var að leggja í þetta. Já. Það var ekki inn að lið. Hvor fyrir að landinu hjá þér, Jói? Sko, báðar frábærar en svona bara byggt á því að ég þekki Jóhannu Guðrúnu betur. Við erum svona málkunnugari. Þá myndi ég senda Gretu úr landi. Á kemur þetta. Get the hell out of here. Get the hell out of here. En hún náttúrulega líka er bara búin að hasla sér góðan völl ellendis og svona, henni myndi vegna vel. Og tækir fyrirlega með sér. Þetta er svolítið ljótt hjá þér því að ég þekki líka eða Jóhannu betur, þannig ég þarf að segja við Gretu. Get the hell out of here. Allir að senda Gretu Salome fellow fiðlumestara. Þú ert ekki fiðlumestari, sko. Aldrei talað þessu fiðlumestara. Ekki talað þessu hljóðfæraleikari. Ég spilaði síðast ég var á þjóðhátíð spilaði. Nei, þú spilaðir ekki. Það er reyndar eitt af versta. Visstu það þegar Sveppi var fertugur kom pappans á þjóðhátíð og Sveppi var leinigestur í okkur. Sveppi er aldrei verið að breiður út í pappa sinn og í hvítatjaldinu þegar voru allir orðin fullir eftir sjóið og hann sagði í alvöru, helviti er hann góður músikant, ég finnst ekki hann spilaði á fiðlu og keyboard og ekkert að þessi sambandi, sko, Sveppi var bara reyður. Þetta er eitthvað rugglað, sko, spilar ekki á neitt. Fullari maður. Hann ítir ekki eins og sjálfur að play þegar hann er að DJ. Nei, en þú veist það, fullari maður að þykjast að spila hljóðfæri er a great fucking comedy. Ég ætla að gefa allir það. Þá er það næsta spurning og hún er sérstaklega erfið fyrir gestin. Rúrik Gísla eða Gylfi Sig. Og ég veit að Rúrik er mágur þinn. Þetta er bróðir konunar. En mér finnst þetta svolítið góð spurning af því að ef þú velur hann þá ertu að gera þjóðinni hrikalega grikk, af því að þá má þetta Gylfi aldrei koma til Íslands að spila fyrir hönd landsleiki. Og heimaleiki. Aldrei. Og Rúrik er hættur í fótbolta, gaf það út daginn. Þannig að hvort ætlar að hugsa sjálfa þig að þjóðina þarna? Sko, ef við myndum að þetta á raunverulegar aðstæður eins og staðin er núna, það er fullt fyrir landsliðið. Ég veit að Rúrik langar að búa erlendis, mun örugglega gera það einhvern tíma seinna. En það mætti hann ekki spila leiki? Nei, þá verður Rúrik bara að koma inn á í staðinn. Hann er hættur? Já, það myndi bara taka skóna fram aftur. Hvernig er eiga má sem er 10.000 svona myndalegurinn sem þú sagði? Það er bara, þú veist. Ég er sköldóttir eins og hann. Rúrik er með þykkasta hár sem ég sé. Ég má alveg spyrja þessu. Það er ekkert mál að svara þessu. Það er mjög erfitt til dæmis bara á Dubai.
að taka ströndina með honum og svona, þú veist, þá er þetta svona, þá er samanburðurinn svo æpandi en hérna, en svona daglega bara no sweat of my sack sko, bara allir góður. En þá konaðin lítur nú að vera eitthvað þú lítur að vera, ég hef ekki séð hana. Þetta er flott eintak sko. Þessi sískinni er alveg með það og ekki Goggi nú síður myndalur. Goggi er náttúrulega mikið hann líka sko. Hver er Goggi? Bróður þeirra. Bróður, það er elsti bróður. En talandum að vera með honum á ströndinni, ég var reyna að vera að fyndin. Svessi ætti samt að vera sterkur á ströndinni. Hann er með góð læri, hann er rassmikill. Hann er með, eins og Egill orðaði svo fallega, Sverrir Bergman. Mitt svar við þessu Sko, má ég vera ekki súkkulaðibóla? Nei, þú þarft að svara. Ég átti eitthvað sem ekkert að vera með. Nei, þú þarft að svara. Þú er búinn með frípassið. Ok, málega er ég og Rúrik erum mögulega saman í verkefni sem er mögulega fólk með mögulega Sko, ég er betri vinur Rúriks heldur en Gylfa. Ég myndi samt bara fótbolta unnandinn í mér. Ég get ekki bannað Gylfa að koma til landsins og spila leikjan. Ég þarf að henda Rúrik að landi. Alltaf sexy. Já, ég þeir bara að hitta hann í Danmörku. Þannig að Jói sagði Gylfi, Egill sagði Gylfi og þú sagði Rúrik. Þú skulda 3 sinnum geta helarir og íttu 3 að taka hann. Já, alveg rétt, ég glemdi því. 3 sinnum. Get the hell out of here. Get the hell out of here. Þessi danskuður er ekkert aðeinslega Hann er Þú óþægilegur. kemur alltaf með svo erfiða Já, option þess vegna er hann. Þetta á að vera óþægilegt. Það heldur þig að setja hana bara á bumbun og spurja Það var að síðasta spurningin og hún er langerfiðust fyrir þig. Sveppi Krull eða Pétur Jón Sigfússon? Gamlu góðu félagarnir í 70 mínútur. Jesus. Sko, þú hefur verið með þess áður. Ég ætla að gera sama og ég gerði þá. Ég ætla að taka my free pass. I'm gonna take a free pass Þá má ekki Þá má Jói ekki gera. En Mr. C má ekki átta þá Nei. free pass Nei, Hann glemd honum. hann gleymd honum. Mjög hægur Mr. C Egill, hvað ætlar þú að velja? Sko, ég fekk þetta áður sko Hverjum hendur þið þá? Ég held ég að við hent Peter eða eitthvað því að what the mushroom starring in an amazing concept og ég þarf að sveppa Það er að taka jólabjórin af honum. Hvað er ég að gera? Hvað ætlar að velja? Ég elskar samt Peter Joe en það fekk COVID og drafst næstu því og veist ég elskar hann til lífun Það er að henda á honum. Nei, ég er ekki búin að hugsa þetta þess Við þurfum svörina sko. Hugsa þetta líka sko Mr. Stík, hvað segir þú? Hvernig hattar það meira? Jesus. Sko, það er sko, ég veit að Sveppi er með svo harðan skráp og við Pétur erum hugsanlega að plotta smá eftir áramót. Ég þarf hann á lífi líka. Er það að fara að make some dollars eða? Nei. If it makes dollars, it makes sense. Segir þú alltaf Egill? Breyta einu dollar í 2. Já, þú veist það eitthvað Er það að fara að make a little couple of dollars? Let's make some cover. Nei, hérna sko ég verð að senda Svepp úr landi. Ég veit að hann myndi fyrirgefa mig það. Hann færi bara til LA með liðið og hérna. Þetta er góð punktur um Mr. C. Ég sendi síðast hérna Péturlandi. Nú sendi ég Mushroom. Þið sendir báðið Sveppa Krull út í landi. Það er helviti hart. Það er hart. Sko, það er svo margt hérna framöndan að við erum ógeðslega gaman að fá því heimsókn samt Jói. Og, herru, byrju. Hann heitir Mr. C. Já, Mr. C. Ég kalla hann Jói. Jói hjólun, sko, þetta er Mr. C. Herru, jæja, hvað hérna í lokin? Já, Nýja pizza, var ekki líka koma nýr shake? Jú, nýja shake kemur næstu viku. Döðlupítsan er mætt. Ok, og svo ætlaði ég að segja ykkur frá því líka að það er massa gott tilbúð í gangi á döðlusöltupítsunni og beikosöltupítsunni. Sistra tilbúð á 4.000 skall. 4.000 skall út eitthvað saman. Já, og Fabrikan ætlar að framlengja tilbúða frá því síðustu viku. Allir borgarar á 2.000 skall á pantaranetinu og ókipis jólabjór fylgir fyrstu 200 pantaranum eða eitthvað. Mikið fyllibettum sem nýtt að segja það. Bara, fyllibettur að skapa burger. Mr. C er að gleðja þjóðina sko. Alvöru veisla. Síðustu vestu. Takk Mr. C. Takk fyrir komuna. Við ætlum að henda hérna í lag. Nú er þetta að stríða mér. Ég vona svo að þetta komi. 10 years. Er þetta rétt? Nei? 10 Ég held að komi. Hlustaði. Adna. Það er okkar maður, Sverrir Bergman. Það eru Keiluhöllin og Túborg Léttöl. Jóla Túborg Léttöl sem að færa ykkur FM 95 blöð á þessum fínasta föstu. Það er komið 20. nóv. Jú, þetta er fljótt að leiða maður. Það er fljótt Það er að bara að koma jól. Hér á FM. Það eru Jói farin með þökkum honum kjallaði fyrir komuna. Eru ekki með besta kostanda? Takk Mr. C. Já, mætti Kemur þetta þetta með bara- pítsur handa okkur og bjóra og... Málega líka að margir kostendur væri búin að segja bara, hörðu, að COVID, $0 að koma inn, strákar, eat poop. En Mr. C er búin að vera með okkur allt þetta COVID ár. Já. Ég held að sé bara, þú veist, með grunnar að sé að með þess að borga bara ennþá meira sko. Hann er að gefa í þetta sko. Já, ég meina, veist, hann er all baller, sko. Og öllu kannski slettu, við erum ekki bara að segja þetta því hann kom með þessi pizza er sturgl. Já. Döðlupizza á shaken pizza. Hann gefa mér hérna gleðipinna Cass sem er svona Cass sem virkar á öllu veitingastæðu gleðipinna sem er eitthvað svona 40 veitingastæðir. I like that. Ég elskar free food. Það Ég er bodybuilder, sko. Það er komið að Eigin gjaldmiðl.
Já, það er enda rosalegt að vera að koma sér eigin gjaldmið. Já, það spurði ekki með gilsans. Já. Ég þarf á hérna trailer, út af traileradagur í dag. Er það? Það er traileradagur í dag, Blondell. Já, það er Rættum þetta á. I'm gonna ask you a question, and I'm gonna need an answer. Is everybody on the floor? We put some energy into this place. I'm gonna need an answer right now. I'm gonna ask a question. I want to see you sweat. I'm gonna need an answer. You got that, you son of a bitch. And I'm gonna need an answer. Þetta er þinn liðlasti trailer, bara svo veitur það. Ísas, hvað þetta var. Þú leiðum að það að rulla, hann nýbyrjaður. Hann er ennþá í gangi núna. Okay. Who will be the king? Who will be the king? Býtu, hvað var þetta áttur? Að vera jákvæður í COVID? Já. Erst þú ekki líklegri það, Steindi? Erst ekki jákvæður að nýja svona eðlisfæri? Ef við erum alveg hreinskilni. Jó, ég er frekar jákvæður, sko. Ég er gaman að þessu. Já. Sko, ég er með 9 spurningar. Já. Og ég ætla að klára það allar. Já. Út af því að ég er bara þannig gýr. Já. Byrjaði þá á þessu rusliðinu. Það er dimmt úti. Það líður þess að séu klukkan séu 3 nótt, en hvað er 17:30? Djúvill er dimmt, maður. Hún er 5:30. Það við búum á Íslandi, en ekki Tenerife og King Svali. Ég lofa því að það er ekki Stuðkveður og Svala, það er að hlusta. Við erum alveg hættir að láta fólk senda okkur hver það er að hlusta. Á Instagram. Fólk nenni því á sumri. Þá er fólk bara í heita pottinu og mökka. Já, ég meina það er núna stattur erlendis. Allir heim í fílu núna. Hver er erlendis núna? Svali. King Svali endur. Ok, king of focusing on the positive about COVID. Og það er sko, þetta er 99% negative. Já. En síðan er 1 og 1 jákvæmt í þessu. Ok. Og en ég er svona að sjá hvað tekur það. Já. Hvað eru stöðular? Ég má spyrja svona fyrir kemur. Þetta er 50-50. Já, 50-50, ok. Þetta er ekki Steindi, er ekki favorite. Þessi gamer og allt það. Já, 50-50. Elskaru COVID til út alltaf með grímu og það minni líkur að góðmunni þekki út á götu það sem út á hot celebrity. Nei, ég er góður. Þetta er alveg góð punkt sko. Já, málega er að Nei, það er bara 0. Þú líkjar með grím. En það er jákvæða við grímuna finnst mér Góðmunni þekki þig ekki. Nei, ég var ekki að segja það. Og byrja nú að tala það í byrjun þáttar að þú riðst fram fyrir alla þegar þú varst að fara í bíkó eða húsasmiðin. Sko, jákvæða við grímuna Og pakka saman af gæja sem var rekin á hann. Ég horfi valla í speil áður ég fyrir út af því að ég yfirlega það því nú er ekki bara fyrir klippingu í svona 8 mánuði. Og samtalega above average sexy núna. Já, það er engin maður sem ég þekki sem hugsa meira útliti sitt en þú bara svo veitur að hann hægt að ljúa hlustendum í 100. sinn sko. Ég tek á mig að ég einu maður, ef ég tek upp á Instagram story hann er einu sem segir að ég hendur ekki Paris og Oslo og eitthvað á það. Ég segi alltaf svæpa til hægri á Paris. Hann elskar Paris. Ég elskar Paris, en málega það sem ég er að segja hérna drengir, ef þið hlustið ykkur tíman er að núna, ef ég setja mig grímu og setja mig húu, af því ég er alltaf með húu núna, ég er alltaf með húu. Það er engilega að þekka þig. Þá er engilega að þekka mig og þá þarf ég ekki að gera mig, þú veist, ég þarf ekki að húu sér, hvað kostar þessi húa svona? Meina Jaris eða? Já, þetta Aldrei sé svona dýra húa. Þetta er flott húa. Nei, alveg sé svona grálur húa. Þetta er bara 66 húa bara. Viltu leggja þennan bara frá þér Egil? Hvað er það, bjóru með 30? Þú fyrir að hrósa ykkur húi sem ég mætti með. Það er jólabjóru, það gleipur það. Nei, heyrðu, allavega, drengir ég ætla að taka punktana, ég þarf ekki að gera mig til og ég fer ekki, ef ég fyrir kringluna þá horf ég alveg í speil en hann er að tala um að því að þetta er hot celebrity og ekkert áriði frá gómnum, skilur. Nei, það er ekki það, sko. Steindi tekur steg, ég tek það ekki. Ég elska að hitta. Nennur þú virkilega að fara í smáru lind og síðan kemur góminn, það bara gerist aldrei. Nennur því? Já. Ok. Það er 1-0 fyrir Stóni. Já. Elskar þá staðrend að fólk spilar meira í COVID considering að þau eru að selja award-winning board game. Já, það sé ekki já þar. Já, ekki spurning. Ég er mjög ánægð með þetta að séu spilajól. Það er enginn að ferðast. En hvernig getur þú sagt award-winning, við hefum ekki fengið nefn mellun? Nei, gaggrindur eru strax farnir að kalla þetta besta borgum alltaf tíma. Þannig að þetta lítur að vera. Ég heiti nokkrum gaggrindum. Það er allir sammálum að þetta er besta partistýra. Næsta spurning, hvað er báðbúnt? Badneignir eru skyrocketing í COVID. Ert þú búin að sprauta inn 2020? Hói. Hvernig textir það? Eður ekki allt sem er fallegt. Sko, nei, það er ekki hjá mér. Ertu ekki búin að stunda að kynlífi COVID? Nei, sko, hann er ekki að tala um það. Jú. Já, sko, hann er að... Ég veit að það er búin að sprauta inn 2020. Já, hvað segir þú þetta? Væntanlega. Hvað segir þú þetta? Ég er bara góður.
Steindi, milli töluleikja, sprautur aldrei Herðu, næsta, þetta er búndur og bað. Ég get ekki. Já, þetta er ógislegt. Næsta. Það verður að stoppa þetta. Næsta, við báðum punkt. Hendur næstu Þetta eru já hjá báðum Hættu þess Það er að keep score Margir eru að eiga án efa sitt besta hristingsár of all time í COVID enda fólk mikið heima. Það er málið. Er það þá ekki ymmit bara erfiðara? Er 2020 þitt besta hristingsár? Nei, það var 1993 staðfest. Það er klóknum á það? Já. Ég held að það hafi verið það hjá mér. Fólk gera á klóknum að prófa sig. Já, og það er svolítið. Og ég ætta nammi úr næstu hillunum. Ég held að ég mitt Ég er aldrei að taka ykkur á krókin aftur bara svo þetta. Þetta er rosalega. Þú varst velkominn, þið tókst að klúra þig þarna. Nei, ég bara, þú sagði sjálfur eins og gerður á klóknum að prófa. Nei, þetta var bara því að ég var ullingur. Það er alveg eins hvort ég hef búið í Reykjavík eða Sauðárkróki. Ég var bara nýbyrjar að uppgönda hluti. Já, þú varst alveg 24/7 fróðandi. Já, alveg að horfa á hana. Hvað var ég að horfa á? Já, það var ekki eins og komið internet. Já, ég bara tímaritið það. Ég var bara að hugsa eitthvað sexy. Ef ég sá eitthvað, þá varst ég bara að muna. Þetta var tímaritið sko. Stjóni Herðu, já, ég held að mitt Blöðar completely honest. Já, ég held að mitt sterkast ár hafi þá verið að þetta var kringu 97-8. Hvað, þeir eru tvítur? Það svo eftir poop. Þú sagði þú ekki 93? Já. Það myndi ég gíska að mitt væri Já, það er yngri. 97 þá. Þá var ég að kaupa rauðan Hyundai Coupe. Já, ég var ekki. Þú varst að sýsta þig í Mosó. Já, minn fyrsti bíl var Ford Escort 85, keypti hann á 4 aumingjum upp á Skaga. 4 spurningar búnar, 5 eftir. Helviti þetta er lágt. Ég var með 4 aumingja dekk, fatið. Ég keypti hann ekki að 4 aumingjum upp á Skaga. Sko, meðan að fólk er að skrapa saman nokkur $, til að kaupa sér núðlur í kvöldmat í COVID, varst þú bólur og keyptu þér lúxushús? Nei. Hæ? Ég er blóndið á ég. Ákveður þetta orðið þetta svona hræðilega. Þú þarft að vera completely honest. Ég var að kaupa íbúðu, eða hús, bara hús. Ég veit orðinni hræðilega. Nei, það er bara næsta, það er punktur á mig. Er að kaupa sér núðlur, það er að kaupa sér lúxushús. Punktur á blóndið á 3-3. Finnst það þægilegra að hlaupa graður í kringlunni því að það minna fólki núna? Loksins kom ykkur góð. Þægilega? Hvað áttu við með þægilega? Er þetta þægilega fyrir það? Það er svo lítið. Það er eftir að hlaupaði mikið af fólk út um allt, sko. Já, en akkur eru báður að horfa á mig. Eru þetta ekki að spyrja mig og auðvitað? Horfðu á hann líka. Er þetta þægilega fyrir þig núna? Er þetta þægilega fyrir þig? Að hlaupa graður í kringluna. En finnst þér þetta eitthvað þægilega? Af því að þessi spurning er náttúrulega bara meikar enga sens fyrir mig frekar með þig, en finnst þér þetta eitthvað þægilega þetta? Sko þú átt eiginlega að fara á spons á kringlunni stindi. Nei takk, ég er bara góður. Akkur er ekki eitthvað markastöru kringluna og búið að láta þeir hlaupum alla búið? Eða bara vera með plaggata steinda graði dagar helgina. Mér finnst bara erfitt að fara að inn aftur. Herru, þetta er nei hjá mér. Já, þetta er bara nei hjá mér líka. Akkur Nei, þetta er líka. Hélst ekki að vera punktur að steinda, hann viðkynna það neitt. Nei, viðkynni hvað? Mér finnst þetta þægilega að hlaupa um graði núna. Þið búið, að ég fara 36 ára gamall að hlaupa graði í kringlunni. Það er COVID. Þetta er færri inni. Já, ég veit alveg, ég skil spurninguna, sko. Þetta er bara nei. En ég hef þetta hlaupa í mannfröng. Ég hef aldrei hlaupið í kringlunni. Ég hef aldrei hlaupið í kringlunni. Það er ekkert auðvelt, sko. Nei, ég hef aldrei hlaupið þar. Ég hef aldrei hlaupið í kringlunni. Ég hef aldrei hlaupið inni í verslunarmiðstöð ever. Ég hef alltaf lappað þar. En hefur hann hlaupið í New York á primetime, það er ekkert smá verið. Í New York? Það er ekki hægt. Egil var að segja, það er ekki hægt. Það er svo mikið af fólki. Já, nei, ég bara, þú veist, þegar ég er inn í verslunarmiðstöðum, þá er ég ekki hlaupandi. Það er bara, ég held að það sé bannað. Hvað er staðan? Hefur að 3-3. 3-3, ok. Hefur þú romantískur og röltin í Sveitinbergi til konunar með ekkert nema stífan og grímu? Komfit. Og ég bara það með svona læknagrímu. Ef að svo væri þá væri ég að flytja einnin. Já, það væri búið að sparka mér út og skipta skrá allavega. Já, það er COVID svona gríma á. Já, við náðum því, við föttum. Við skiljum alveg að COVID-tenginguna er, sko. Komtur þið, Stentor? Nei, bara alls ekki. Alls ekki? Hefur þú sofið hjá með grímu sann? Nei, held ekki. Það er ekkert eitthvað að spæsa þetta upp? Nei, grím. Ertu búin að hitta jackpot og fá jólajafl? Jesús almáttur. Hvað er mikið eftir það? Svarið bara. Þetta er bara, við getum ekki verið að svara á svona spurning. Ég ætla að segja bara nei. Já, bara nei. Þetta er ekki búin á jólajafli ára? Við vorum að segja nei. Þetta er aðeins. Hvað er mikið eftir það? Þú getur ekki spurt það. Þetta er hræðilegt. Núna ertu meiri í símanum og samskiptið eru meiri gegnum tæknina út af COVID. Hefur ný tækifæri og sendt
fleiri glæsilega limimyndir. Herru, jæja, þetta var helviti hressandi. Já, við bara tökum á okkur jættibli. Þetta er að verða ógeðslegur alltaf hérna. Þetta eru klakar, herra Nýttismjör. Ertu búin að senda liminn í COVID? Erum við ekki að rugglast á okkur og Richard? Nei, ég held það. Það held ég þér að hlusta hér á FM 95 Blöð á FM 957 og herru, drengir, við erum að fara í dagskalið sem við erum ekki verið í smá tíma. Okay. Það er Mundur fyrir Cash. Já. Wow. Hann er búin að fá góða pásu. Ég er klár í þetta. Já, það er ekki hvort Mundur frekar í dag. Við ætlum að fara í kassið og ég er með 3 spurningar á ykkur. Eru þið ready? Við erum klárir. Rétt. Hvað sagðu? Rétt. Ég veit Þetta Valur í Böttuköp rétt. Sér hann rétt? Hann setur set og allt. Valur í Böttuköp. Ég hef alveg talað við Valur í Böttuköp. Nætsur, rétt. Hann bæti lítill setu við. Aldrei heyrst það. Herru, já. Valur út að hlusta fyrir geðu. Ég elska Valur í Böttuköp. Já, topp maður. Hann er góður í póker með þess. Hann er pókerspilari. Herru, eru ready? Já. Yes. Fyrsta spurning. Mundi vera naktir í 5 ár fyrir 700 milljónir? Bara alltaf 5 ár? Já, naktir í 5 ár. Ok. Gætir ekkert farin eitt. Þú verður bara fastur. Getur ekki fara ársátíð. Getur ekki fara í vinnuna. Þú fer alltaf beint í ársátíðir. Það er ársátíð einu svona ári. Mikið ársátíð. Getur ekki fara á viðskiptabönd. Það er ekki ársátíð bara einu svona ári. Og þú fer ekki og lokar business deal á linnum. Og getur ekki Zoom-fund. Bara bera ofan það og setja ekki hitt. Basically öll vinnan manns. Það er samt skrítið að vera bera ofan á Zoom-fund. Auðvitað er að skrítið. Já. En er þið bara að hugsa um það? Er þið ekki líka að hugsa bara um börnin eitthvað? Þið sé alltaf heima okkur naktir. Jú, það er náttúrulega ekki hægt heima fyrir og það er heldur ekki hægt vinnulega. Þú getur ekki mætt, þú getur ekki verið að gera sjónvarpsþætti að vera hérna í útvarp, þú getur ekki hitt neitt, þú getur ekki verið lappa. Þú gætir basically samt alveg með glugga. Þú verið handtekinn. Þetta er 5 ára álfuru skellur. En síðan veldu, sko, fær 700 milljón. Já, en hvað ætlar að gera þessi 700 miljónir og fjölskyldan og vinir allir farnir frá þér, sko? Þú ert heima hefur fastur af því að þú getur ekki, ef þú myndir fara til búð svona, þú verið handtekinn. En maður handtekinn að maður er nægin? Já, ég held að. Ég held þú meir ekki. Steindi er alltaf með bónar líka, sko. Já, þessi var helviti fint. Ég veit út í að Hvað það var liðluðum brandar? Jésús almátt. Það er stundum bara eins og Egil sé 17 ára. Ég gæti ekki eins og brosa þessu. Steindi væri með bónur. Hvað ertu gaman? Nei, þú ert fertur. Þú varst fertur í slagan. Ég var að fara að segja. Ferði að vera í búð með slagan. Ég var að fara að segja að hann væri meira svo eins og 8 ára. Hvað fertur í svona? Hjálptu upp á það. Varst ekki að tala um að Róner rétt á hana? Rónerinn. En myndu þið takið þessu? Nei. Það er eitthvað best dýl sem ég hef heyrt, sko. 700 milljónir? Það er hræðilegt. Fyrir 5 ár. Ok, myndu gera fyrir 1 ár? Sko, vika væri samt alveg bara Það væri challenging fyrir 700M, sko. Ok. 5 ár. Ok, það var á næsta. Myndu þið hætta stunda kynlíf fyrir 500 milljónir? Hálfa miljard? Má stóni hrista sig þarna? Nei. Það er allt farið. Akkur spyrir ekki bara hvort að þú meira? Ok. Skóni má það ekki. Ég myndi 500 milljónir. Bara að eilífu. Að eilífu? Varst ekki með eitthvað time period á þessu? Nei. Að eilífu? Já. Og hvað er cash? 500, hálfur miljardur. Mér finnst það bara eitthvað lélegi dílar hjá hann í dag. Það er helviti nískur þetta. Ok, 20 ár. 20 ár? 10. 10 ár? Já, ég meina það. 10 ár, já. Sko, Steindi þá hvað, 45. Já, ekki það að tala um mig. Tala bara um hugsaðu sjálf. Er það 45? Já, þú veist. Ertu inn í sexual prime? Er það nálgast það bara sjálf? Ég hugsaði út á þér. 45 ára. Út frá þér. Og komið 500 M-in á reikningin. Já. Sexual prime. Já. Góð dýtt fyrir þig. Ekki þig. Ekki það góð fyrir mig, því miður. Nei, þú ert náttúrulega ekkert mikið Ég hef að skeri 50 í sumar, sko. En þú ert ekkert mikið eldur en ég. En nenni að segja já eða nei? Negativ. Negativ. En þú, Steindi? 20 ára, nei, ég ætla að segja negativ líka bara. Helviti eru þið samlega eitthvað. Þeir segja nei við öllu. Ég er að bjóða ykkur 700 og 500 miljón. Já, þetta eru slappi dílar hér. Geður mér alveg díl. Ég ætla að vera, þið fáið 2 miljardar fyrir næstu. Ok. Ég náðu sér að segja, I'll take it. En munið án þú ætti að spáði að segja take it. En munið án þegar ég sagði við ykkur hérna á Kúliakan að þriðja væri helviti barnalegi og bara alveg tómur. Þú sagði þér á Kúliakan þegar spurninginni kæði sem heldur barnaleg og þá sagði þér, það? Já, en já, en þú sagðir, ég fíla barnalega spurningan. Ég er, ef þú segir rass, ég lægi þig. Ok, myndið vera með titling á ennunu fyrir 2 miljardar. Er það einhver tími á því það? 30 ár. Er hann í reist eða er hann slagur? Hann er bara slagur. Það er líkilat. Okkur. Þetta er ekki svona þinn, þetta er bara að setja á þig. Já, ég veit. Já, er þetta annar titlingur? Þetta er ekki þinn titlingur?
Nei, þú Þannig að þú getur ennþá notað þinn í það Mér sem finnst óþægilt að ræða þetta Nei, ég er að segja En máli er að þetta er ekkert veist sem stenda. Þannig að við eitthvað dýrustu húu sem ég séð sko sem næði að augum sko. Þetta má vera með húu Já, og þú getur náttúrulega þá ef það er með ennum nei, þið megið gera með húa Hvað kostar þessi húa? Ef þú rétt Ég veit það Ég hef aldrei séð svona húa Þetta er rosalega húa Ef þú rétt Nei, þið megið gera með húa Þá er þetta létt. Stendi í vesinni Ég var að hugsa um að þú getur Já, ég fatt að Þú veist, yfir hárið og Öðvitað, já, við skiljum Er það já eða nei? Þetta er nei, ég þykki Ég finna, ég bara segi sorry Ég er að spá ég henda já á þetta Já, alveg? Ok, penis og ennum Þetta er að stríma En þú veist, málega það Þú kæmir Það náttúrulega er young fans og horf á streymið þitt sko Já, en þú mætti bara Hann getur stilt myndalinn og þannig Myndir ekki koma bara fram og segja bara Herru, nú er ég bara með þetta á enninu Ég Staðan veit er ekki hvað það að gera sko Staðan er þannig Og það verða bara allir að venjast í og Jú, getur gert það Fyrir hvað, 2 miljardar? Ég meina, anskotir hafa, þetta er helliks peningur Það mátt skópla þessu Skopla sig á þér Þú sagði nei við öllu Samt voru þetta 2 miljardar, 700 miljónur og 500 miljónur Sko, ég get bara ekki Hvað skal ég tala um daginn og vera Ég get bara atvinnulaus ekki verið með í COVID Ég get ekki með penis á enninu Bóndi Herru, drengir, klukkan er bara að verða 6 Já Hér á FM Hér á FM maður Þetta er fljótt að líða Já, heyrðu, það er nú Ég komst ekki eins og sturðlar eða neitt maður Það er alltaf að minna að við erum með Hörðu, þú ætlum ekki að vera í flottulega kætti líka Máður flottulega Við glindum flott Málega, við rennum alltaf ára fucking time Við þyrstum að vera með 4-5 tíma þætti Staðfest Tökum að næsta fyrsta, lofa Heyrðu, drengir, við erum með svala leik í gangi sem við höfum reyndar ekkert mikið komið inn á Nei, ég hef ekki minna á hann Jú, minnum aðeins á hann, það er inn á Facebook síðun okkar facebook.com/skellur Skell síðan okkar, við erum að gefa 10 spil í tilefni þess að við vorum að koma í alla verslanir landsins Já. í gær og í dag Það er alveg saman hvort þú ferð, þú getur keitt spilið Það er ekki hægt að segja Bónus, hagkaup, netto Fyrir our amazing fans Elko. Og það er margir að senda okkur skilabóð á Instagram Hvar er spilið? Já. I'm gonna read it now Hagkaup, bónus, Elko, N1, netto, Æsland, Pennin, Eymundsson, Heimkaup, spilavinnir A4, fulltungs.is Kjörbúðin, Skagfirðingabúð og Skagfirðingabúð. aftur nýtt Þannig að Já, við erum á þessu stöðum Við erum að Við erum svo komin á Forsun og Elko hérna á Elko.is hérna Við erum málega, við erum hauling ass nú Ég er að sjá það núna, Leikurinn og góður Hvað sagður við erum? Hauling ass Það er risa Fólk elskar að fá free shit Við erum á fossíðinu þar, djúvillir ánægð með Já, þetta er vel gert Ánægð með elkomin Hvað er helginni okkur, drengir? Helgin er, hún er helviti góð Við félagar erum að skemmta Einmitt, já, hagkaup, okkar fólki á morgun Hvað er Zoom-fundur það? Nei, við erum með Kahoot quiz Við erum að, við blöðum kósveiktir að skemmta Við erum að skemmta rafrænt Við erum með rafrænt, við erum svona 100 rafrænt kikki viku Er ekki með smá raut? Nei, við tökum nú alltaf, við skálum alltaf Sóli orma með gig klúan 3 í dag á Zoom Var það þessu raut með því eða? Hvað heldur þú? Klukkan 3? Self-made millionaire sko Ekki það, við vorum konið inn í Jólambjörn En klukkan 3 þeir eru með Kahoot quiz Já, Hvað tekur það langa tíma? Það er svona einn og hálfur kannski, klukkutími, 1,5 Við erum með 3 quiz Já, ég held að það sé, svo er ég bara Vesla klósett og eitthvað Já En hvernig er helgið þín? Hvernig er klósett að allra prófa að hæja þér í það, Blondale, það voru vestlana Ætlar að vinna með gamla góða Þú vilt ekki fá nýtt klóst heim, hæja þér í það og syndu ósátt Þú getur ekki farið í verslun og hægtir í klósett þegar þú kaupir Þú verður ekki Jú, þú verður alltaf að fá að setjast á Já, ég veist Kannski verður að- Nei, er ekki líka aðstæðanlegt að setjast það? Nei, Hvort er þetta klósið sem er Hangandi á vegnum Er þetta hangandi á vegnum? Já. Ertu vissum þetta? Nó Sko, jú, Ég segi alltaf bara já Já, sko, málega, ég dýrka klósið sem hanga á vegnum En ég ætlum að fá hvort það heim með mér Og en málega er að Sigrún Konaðin Hún fór Ég var vorum ykkur í heimsóknu Hún fór á klósið sem var hangandi á vegnum Og hún dinglaði í lausu lotti Hún náði ekki niður Hún sagði að það væri Hvað er hún? 1.20? Hún er náttúrulega ekkert hávaksin En hún náði ekki niður með lapindar Og ég get ímyndað mér að það sé ekki þægilegt Hvað er þetta að skoða salinni? Hvað er þetta að skoða? Bara út um allt Eina sem ég geri núna er að fara í svona veslani sko. En þú veit, maður Svo er ég að velja hvítan lit. Maður haldi að salinni var bara salinni Bara tillir á þetta, hægir, held áfram með lífið Ég vissi ekki að þetta væri eitthvað svona Og skoðum allan bæ salinni En vissur þú að þetta er 30 hvítir litir? Vissur þið það? Já, bein hvít, málara hvít Já, ef þú ætlar að kaupa það bara Þetta er 30 hvítan lit. hvítir litir Já, Alltaf að salinni hvít eða? Ég er að tala um bara málíkun á veggin heima það með núna sko. já, þú vilt fara í svona smá Allar í mattan Ég veit það ekki Herru, ég fæ bara hausverk Þú Ég veist, ætla að klára þetta bara um helgina Já, málar er 5 ár, ég hef áhuga á þessu. Prófa salinni í blöndi eða þú kaupir Þú vilt ekki, málið, þú hægið mikið Og sem Nei, ert alltaf að ég er bara venjulegur. hægja þér Og ósáttur í salinnið
Ég hef aldrei verið ósáttur við salerni heima á mér. Mér er alveg sama hvernig það er. Já, kannski eftir að hæðir í fötu og í Grænlandi. Þú getur kiptið teppalega að setja. Herðu, það komið að lokum eiginlega bara sem betur fer. Djúvillir og þreyttur á okkur. Við verðum hérna eftir nákvæmlega viku næsta föstudag og bara eigi góða helgi kæru hlustendur. Ég vildi vera að fara í eitthvað geggjala en við skuldum vist auglýsingar. Takk fyrir okkur. Rassaskólu, svo getur eitt að taka á skólaru. Þú getur kiptið alls konar klósa. Særu takk fyrir okkur eins og Valur í Betuköp. Já, ég sagði takk fyrir okkur.